Föstudagurinn 10. nóvember árið 2023 og FN 95 blöður hafið göngu sína. Já, ég geti óskað þessi vissi í hvaða sinn, en það örugglega að reikna það. Hvað ætla þetta sé þáttunum er... Þú varst alltaf einasta degi hana fyrst sko. Þetta auðvelt ef þetta bara fössari. Ég veit það. Þú varst every goddamn day til að byrja með. Þetta 52 þættir ári núna, það staðfest af því að við mætum alveg sama. Við tökum ekki frí. Fólk heldur að vera rugglega fyrir ákvæm að vera þetta fyrst aðeins langa á eitthvað. Það sko, það rauninni verið að stríða okkurna fyrir að taka aldrei frí. Nei. Vinnu allskar. Og það stór tíðindi drengir, það komið nýji headset í stúdíu. Já, það alltaf gerast. Það bara Rikki bara, hann standur á tenni og ný leður headset. Herru, þessi virka. Já. Ég heyri allt sem þið segir. Ég heyri báðum megin. Og líka þetta bara allt upp á við. Kósi huggul og svona FN97 púði hann á mæknum. Svona sokkur á mækin og þetta er rosa, það er allt í gangi hjá Rikka núna. Rikki fullur á tenni, þá rífur hann að buttuna. Þá er hann að rífa þetta í gang. Hann hefur hendt ykkur á pöndur á tenni, bara tekið stúdíu í gegn. Já, ég meina það fyrir ekkert á milli mála að kallinu að fástýra hans á tenni. Hann labbaði inn á klósett sem er bara eitthvað svona eðlasta salerni sem ég hef séð og maðurinn listi sig eins og hann væri bara einhverjir marmarahöll. Hver tekur, ég vona Rikki sé að hlusta núna á tenni, hver fyrir inn á klósett og talar hversu flott klósett þetta sé og hann vilja fá borðaðn inn og borða þarna. Hún fannst þetta huggulega klósett. Ok, núna, ég er ekki eitthvað að reyna að spila með eitthvað töff. Fannst þið eitthvað magna klósett? Sko, ég skildi ekki alveg þegar það var aðeins hvort þetta var að tala um að það var ógæstlegt eða flott. Ég var ekki að hugsa hvort hann tala um að þessi viðbjóður eða sexy. Hann var að tala um að hann vildi fá borðaðn inn og bara setjast hann niður og borða. Það þekkir engin betur sko Tene, Mökk, Richie en ég sko, ég kippt honum með í minna flestu ferðir sko. Ég er búin að vera með The Richards sko, ég er búin að sjá The Richards núna síðustu 6-7 árin á Tenerife. Já. Kallar þau hjónin The Richards eins og bara The Griswolds? Nei, sko, ég elska The Richards út af lífinu bara frá því að þú veist Svandís var bara í bleiu og þú veist ég er búin að vera þú veist Rikki eiginlega aldrei fallið erlendis þú veist ég sagði hann að taka late check á einu og það var ekki hugmyndu hvað það var sko. Nei, ég meina fólk er ekki annað að horfa það er sér, þá ferði í lobby Richard og spyrð þar hvort það með checking kannski klukkutíma setna. Ok, ég er búin að skóla þeir Richard til í 79 ár. Rikki hafði ekki séð mínibar á hann og fótt í bandarækjana með mig fyrir 2 eða nei, þetta er áður en tettipæðist fyrir 6 ára síðan þá hafði Rikki aldrei verið á hóteli með mínibar. Þetta er bara national treasure. Sko máli er bara þú ert að gera blöð. Þessi seria sem gerðir er bara award winning shit. Aðra og það nú er hann er miklu meiri fyllibett en núna en hann var þá. Hann er meiri töffar í dag sko. Já, hann er miklu svalari. Og bara, þú veist, þetta er mómenti núna til hendi seríu 2. Fara með hann á svona einhverja Gucci Það verður að fara með hann bara með Evropa fashion shows og eitthvað svona. Já, ég meina auðvitað. Ég myndi að horfa. En hvernig eru þið drengir? Erum við ekki brættin? Við erum bara helviti góður við ljúum ekki að hlustandum. Ég finn alltaf þegar það er gír og hvernig er ekki gír. Það er gír í okkur. Já, það er smá 100. Ég er gír. Já. Sátum á hann einhvern veginn að spjalla og bara skonir. Já, ég er ekki frá því að það sé bara alvöru gír í stúdíu. Á gestagangur, það er alltaf gaman. Það kom fullt af fólki að kíkja á okkur og svona rótering sko. Trafík í preppni. Við fengum pókerfróðaran, Digital Cuz, fengum Landaköss, hann kallaði Landaköss í dag. Nei, við kallaði hann engin Digital Cuz í dag sko. Landaköss. Þeir sem þekkja söguna kallaði hann ekki Landaköss. Stafrætt frændi líka. Já, það er þetta grjótast. Og svo kom okkar bestu menn og best app in the history of apps. Og svo, hvað var ekki eitthvað fleiri? Jú, það var að ellingur. Það var basically bara gestagangur. Ég er gaman að, og við tillum okkar með lætbjóð, menn kom að spjalla. En þessum eru kannski svona miklu gýr sko. En við erum með, alvöru þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustandi. Það er í fyrsta sinn í langan tíma er klefi. Við föttum það fyrir fórum inn í klefum við steindi að við höfum ekki farið í klefa lengi og það er stigagangur. Og já, það er margir, alltaf þegar ég sitt á innstæði hvað ég var að henda í klefunum í dag þá held ég að stigagangurinn sé svona vinsalast. Og við vorum basically, við hringdum, þóttumst vera að það væri komið leki í íbúðinni í okkur og vorum að spurja fólk í blokkinni hvort við mættum gista hjá þeim í nótt. Og það tekið misvel í það. Já, ég meina hvað myndir þú gera eiginlega með einhver hringið núna og segja, herru, það er leki hjá mér í íbúðinni við hliðina, má ég gista hjá þeir í nótt? Myndir ekki að leifa það? Sko, ég ætla mjög heppið með nákvæmna. Ég er að tala um að þú myndir ekki þekkja manneskina. Já. Þetta því að sko, ég er rosalega heppið með nákvæmna. Frábærir.
Þannig að ef einhverja þeim myndir hringja bara, jú, gott bara að pakka það, ekkert veginn, sko. En ef þetta væri bara random einstaklingur, þá myndi ég skella á líklega. Það var ekki skellt á ykkur. Var skellt á hjá ykkur? Jú, einn en það verður ekki spilað. Það voru 2 sem svöru alltaf. Það var einn sem skellt á helvíti rætt, sko. Spurningkeppni Gilsarans, hvað er við núna? Sko, það voru brjála að gera okkur síðast. Munið eftir það? Já, síðasta fyrsta. Já, þú fórst ekki hvað, King of Beers. Þá kom The Christmas Beer. Jólabjórinn, snjórinn fjall í síðustu viku. Alla fyllibettur landsins eru núna að drekka jólabjór, hlusta á okkur, sko. Já, Jólaborg. Þannig að King of Christmas Beer. Ok. Og já. En byrju King of Christmas Beer eða bara King of Beer? Sko, þú vannst King of Beer 6-5 með 1 punkt. Ég man ekki eftir Ég man ekki eftir neina. Farið í King of Beer. King of Christmas Beer. Ó, King Mike. Wow, King Mike bara í húsinu. Celebrity entrance. Randir, hvað er þetta? Takk. Þú veistu við erum í beinni? Ég heyr ekkert hvað það segir. Þetta var kótiletuna að spyrja hann. Kótiletuna? Hvað er þetta að byrla? Hvað er hann að tala um? Á næsta árið? Hann lítur að tala um bara hátíðin Selfossi. Já, mér sýndi það. King Mike var að spyrja ykkur þú var að fara á kótiletuna. Já, bara hátíðina þá. Við þurfum að ræða það. Já, það lítur að vera eitthvað annað. En máli er að Blöð vann sér satt 6-5 27. febrúar 2021. King of Beer. Þetta er King of Christmas Beer. Já, ok. Þannig að hérna breytist aðeins. Það verður gaman að sjá. Og ég held að sko eina sem er pyrrandi núna pyrrandi, við höfum töðað yfir þessu hvað, svo 6.000 þáttum. En núna sko, það er að gera mig geðveikan. Núna er ég sittur hérna á kælinu. Ég væri til í beer núna. Herðu, málega er Þráinn og Ríkar Óskar Þráinn hætti hérna fyrir mörgum mánuðum eða ekki ári. Það er rosalegt hvað þetta er þambað. Það er ekki einn bjór inn í kælinu. Nei, en ég er með góða fréttir handa ykkur. Því að Robby, sem á meira svo aðmæli í dag, sá kongur King Robby er á leiðinni hingað að fylla á kælirinn með jólatúpa. Það er rosalegt. Það mistaði það. Það er bara aðmælis bara dagsins. Og ég getur sagt King Robby að put the pedal to the metal. Því hann er tómur og klukkan er 16.08. Hann á leiðinni. Robby, dríðu þig. Við fáum góðan gest Andri Freyr sem að við okkar allra besti Freys og Action í gamla dag er orðin, hann er náttúrulega bara á Rás 2 núna og er með nýjan þátt á RÚV eitt sá skemmtilegasti, ég hugsa þetta sé hann er á topp 5 með mína uppáhalds útvarpsmenn hann er snillingur, hann er alltaf að kíkja á okkur fellow kid, nei býttu, þú ætlar að breyta því Já, ég er sem sagt með lið í dagdrengi sem hefur nú ekki verið oft en hann hefur verið áður, hann heitir Hvor ykkar meiri aumingi Já, ok, ég veist ekki eins og það verið liður Hann hefur verið áður, ég hef spurt ykkur út í hitt og þetta Ég held að velti á hvað þú talar sko. Blöð er meira aumingi ég umsó og ég er meira aumingi hann í öðru sko. Ég er með 3 spurningar og þið þurfum að setja ykkur í aðstæður og þið þurfum bara að vera algjörlega hreinskilir hvor ykkar myndi ég bara pluma sér betur Ég er með hugmynd að einu dagskorni áður en að King Andri Freyr kemur Við erum með eitt besta útafsrekk in the history of útafs Já, spila það hérna með Skal við neglu því Við tísum hérna komuna á þessu meistar og neglu Þetta er á YouTube og getur bara neltið sér í græðan Já, ok, þetta er enda við getum haft Blast from the Past í dag og spila þennan Og tísa aðeins komuna á þessu meistar Ég ætla að skrifa hérna, Blast from the Past Hvað var hrakku var það? Já, þetta er dreffind Ég mættur í eitthvað spjall bara Þetta er eitthvað staðar í hérna, ég veit hvað anskotna var Þetta bara í skipholti voru að ringja inn, þetta var þegar ég hétu Capone Ég er bara eitthvað spjalli bara kem eitthvað að ræða eitthvað ekki djöfulin ég var að ræða á þessu tíma bara eitthvað að stera eða hérna eða veit ekki hvað það var ok, og sér hringir einhver inn það hringt inn, þeir eru ekki að hringja út en útskýrðu þetta eftir þetta er góð saga og þetta er legendary koncept við þurfum að spila þetta ég var að bæta þetta með handrætti Blast from the Past það er rosalegt sturlaða staðreyndir vera vonandi á sínum stað og Blast from the Past já, svo ætla ég að minna líka á Jólaball FN95 Blöð því að 60% miðunum eru farnir og miðansala hóst fyrir viku síðan þannig ég held að við getum staðfest að það verður uppselt í Sjallan þannig að tryggja ykkur miða á tix.is Ég myndi bet the farm það hefur verið uppselt síðustu 3 ára ákveð þetta ekki vera núna Enda ætlum við líka að vera bara með alvöru þú veist, þetta er alvöru ball við höfum alltaf verið bara, þetta er sjallaballið þetta er árlegt hjá okkur Já, menn er að fara í böðin Já, bara það er day of fun Það verður rosa Opið öllum hæðum og flöskuborðin Þetta verður eitt af þessu stóru og þetta er 16. desember og ég er að vonast til þess að það sé ekki
bara Akureyringar sem mæta, heldur líka bæðir í kring og hvað þá ef fólk myndi taka rótrip frá Reykjavík? Krókurinn mæta, sko ef kóngurinn og krókurinn verða að mæta það verða bara rútuferðir frá Sauðárkróki. Síðast mættu allir stólarnir, bara liðið í hildsinu, það bara mættu upp á svið sko. Þeir alltaf liðið að blöðarna kemur á ég fæ svona óþændar ég man með þess að úlfarnir voru hérna hjá okkur, þeir eru báðir frá króknum, þeir voru hérna hjá okkur fyrir 2 vikur síðan og Egill bara, ekki blöð kóngurinn á króknum, þeir eru bara svona, já veist, það náttúrulega bara fullt af kóngur, þetta bara í höstum og ykkur, ég hef aldrei og ég fól ekki þeir eru að tala þetta, ég sé ykkur kóngur á króknum. En erum við að tala drengir að kóngurinn á króknum erum við að fara að koma að koma við á króknum erum við ekki að koma við þess að þú getur vinkað bæjarbúum og þú ert ekki að selja með það að stoppa á króknum sko við getum líka að plana, þú verður bara á Sauðárkrókur, er þetta besta bæjarfélag landsins? Er þetta bara ég eða eru allir á þessu? Já, fyrir utan Selfoss og Akureyri og Kópavogur þá er þetta í topp 15 og 100%. Þetta er frábært bæjarfélag. Takt okkur einhvern tíman í The Grand Tour. Ég held ég vel löngu við erum bara í húsi sem þú ólst upp í. Já, fara á bókasafnið. Þarna lást á penisnum á gólfinu á parkettinu, þarna höppaður dínuna. Við gætum tekið bara svona auka blökast á í mynd, farið bara á krókin og skoða þetta. Þú lappaði líka hann og allar í sleik hversu langt lappaði þetta? Var þetta 500 metrar? Var þetta margir kílómetrar? Við höfum ekki heyrt þetta. Nei, allir króksar að vita hvað ég er að tala um. Ég lappaði frá Jöklatúni sem er í Túnakörinu upp í hverfið svona neðstu götuna þar. Þetta er 7 mínútur rödd en í gegnum svona þykk strá á þeim tíma sko. Og gafst upp á miðri leið? Nei, ég gafst ekki upp á miðri leið. Það finna ég komin að húsinu þegar ég byrja að hugsa það er kannski eitthvað sem fattar ekki hverju þannig það sem við erum að tala og við erum búin að ræða þetta svo oftur Þetta var Beverly Hills. Ég sá Dylan McKay bara fara heim til Kelly og kissa hana þegar hann var skotin í henni og svo bara endaði þátturinn. Ég bara, svona á að gera þetta mann. Ég bara fer, ég er ógeðslega skotin í henni, ég þarf ekkert að segja henni það, ég ætla bara að fara og kissa hana. Ég lappaði hann upp yfir, ég komin að húsinu, ég var ekki komin að hurðinni, ég komin að húsinu þegar ég byrja að hugsa, hvað ætlaði að gest eftir hann kist hana? Því að, þá var ég svona basically ég er 15 ára með eitthvað, ég er ekki 11 ára og það er svona að rifjast upp fyrir mér ég lifi ekki sjónvarpsþætti það er ekki að fara að koma texti eftir kossin fyrir utan það, hafði ég kannski reynt að kissa hann hún hafði kannski bara fæst sig og bara, hvað það gera? Ég sá þetta bara fyrir mig hvert framar í heitu kaffi Nei, ég meina 15 ára, hvað heldur hún sé með kaffi og þetta er allt pre-coop Þetta var ekki nágrann Þetta er allt pre-coop Þetta er pre-coop, en ekki það að Hyundai Coupin breytti engu hjá mér Ég held að myndi gera það Nei, þú varst enda kókurinn þegar þú varst að rúntum Nei, það er bara talandum, ok, núna ég veit að það er fullt af ungu lið að hlusta treystiði fólki í kringum ykkur þegar þið ætlaði að fara að kaupa eitthvað sem ykkur langar rosalega ef allir í kringum ykkur, foreldri ykkar bara allt fólk segir bara nei, ekki gera þetta er hræðileg hugmynd, þá er eitthvað til í því því að það var það sem ég upplýði með Hyundai Coupe En yfirleitt virkar að kaupa sér flottan dýna bíl og gæi og langar í gellur, sko. Ég átti þess vinn með Harry Ísland, það kefti Harry Ísland og komst ekki á pall og var sér á sinni fjölskyldu og vinnufélögum til skammar og hann eina sem Harry var mjög vinsæll hjá The Ladies síðan tíma, bara út af dýrum flottum bílum það var eina En þá held ég að þú sett ekki að fatta að Hyundai Coupe þótt ekkert dýr og flottur bíl, sko hann var bara dýra því ég kefti hann 100% láni ég hafði bara ekkert efna á bílum Var þetta ekki bara bíl sem þú kannski keft bara á 700 skall? Ég hafði engar, nei, ég hef sagt þessu ég kaupin bíl, ég mani við vorum að skemmta daginn hérna hjá skattin, nei, hérna hjá Seðlabankanum þá sagði ég þessu sögu, þetta var eiginlega brandarinn sem sló mest í gegn af því að þetta er allt fólk sem kemst ekki til vinni á Seðlabankanum og hafa vita pening ég kefti bílinn á 1,3 ég borgaði 2,4 fyrir hann og seldi hann á 200.000 þetta er ekki vestan fjárfesting bara í sögum og eitt slelli eða eitthvað, það var ekki max ef það náði því maður þetta var bara svipa á FNÍ5 blöð það var bara pungastemning í bílnum það var við strákarnir að fara á Akureyri og Hall á Akureyri og hvað svo húki með hann það var ekkert fullu bíl en Mansfest var ekkert með hann var að nerd hann eða ekki jú, hann var með okkur hann var sjálfur að fara í kúpin hann var á rauðum sportbíl, mannst ekki þú varst með þetta spurningkefni hann var sjálfur einhverju eldgömlu Toyota svo rosaldi Svessi hafi líka verið á sportbíl allir á króknum á sportbíl nei, bara við tveir hvernig bílum var, hvernig Landakos, hvernig bíl út af hann var alltaf á bíl foreldra sinna því að þau áttu 2 bíla
Landakvæs fættist svolítið með silfurskeiði í kjafti sko. Er það ekki? Jú, hann yfirburðar degraðist í vinnu minn sko. Hann átti alltaf bara allt NBA-dótið og meina, veist, ég var bara að sofa á betta inn í stofu sko. Bara cause parents has a real good marriage. Já, og líka bara Þetta taka einmæl Já, pappan svo sjó og eitthvað Það verður að vera gælur sem eru á lausu Það verður að þittum alveg húki menn í morgun Ég mæli með því að mögulega kernun og grammið og heyri í honum sko. Það er álöfur árangur hjá einu gæði á stundum tíma sko. Það ekki? Veistu það er svo óþægilegt að vera vinnuðinn bara okay. Ég er að rósa húki menn Það er álöfur róli í geminu sko. En svo varst að rósa Jóa daginn í blöggastinu Hann lítur vel út kallinn Það er bara grínast Það líka kom skælbrósandi inn og ég aldrei sé að glaðan gæði og það er skipst á því morgun Hann er búin að vera ketokúr í ykkur 7-8 mánuði núna Erðu ég setti einhverja punta Það líkur ekki Ok, segi þið að því að nú ætlum ég að taka upp hanskan fyrir okkar besta vinkonu Birgittu Haugdal Ég elskar hana Já, bara einn besta vinkonu okkar Segið þú syniðinum og þú dóttiðin ef hún er óþekk segir þú herru ekki vera óþekk Ekki hlusta á þessa aumingi Þú veist, það er svo mikið til af aumingjum í þessu blessaða lífi í dag Ég var ekki að hugsa þetta, ég segi bara ekki vera óþekk Ég segi að við Aron svona cirka 1600-1800 sinnum á dag Ég vissi ekki að það var orðið bannórn maður að segja óþekk Ég meina að þú veist ef 9 ára krakki er að fá frekjukast Já, það hlýtur með að segja þessu Sko, málega bara Steindi núna, hann er stressað, hann fór ekki að segja þetta Íslendingar Ég ætla að tala við ykkur það er allt brjálað því að kynlífstækinu eru komin í búðir og það eru foreldrar stressaðir út af að fara með börnunum út í búð Já, sko, það var sérlega gerfilimni Það er komið gerfilimni bara út alla Þú veit málega eftir að Blöss fór að rakin Cold Hard Cash Það fór allir að hugsa hörðu Hann vil eitthvað vera með Akkur seljum við ekki líka gerfileg Já sko málega Það er bara komið í alla búður í Ísland Nei það er verið að ræða þetta Nei ég er ekkert lappað bónus og sé eitthvað gerfileg Þetta er mest Þú bara ferði ekki út í sjoppu Það gerfileg mér ekki á hellir Ég er bara að fara í fullt á shoppum og ekki segja Nei blöð, ég er að lesa þetta Þetta er mest lesið inn í fréttunum að það er kynlífstæki að koma íslensku foreldrum í vandræði fyrirsögnin, maður er bara stressaður að fara með börnunum út í búð og þegar ég sé fyrirsögna ég er nú ekki búin að kynna mér þetta máli neitt en þegar ég sé fyrirsögna, ég sé stressa fyrir hvernig að stressa þig, ég skil ekki Nei, ef Teddy tekur upp einhvern kassa þarna segir ekki bara þetta sé fullorðisdót Ef hann tekur þetta segir hann bara sé óþekkur Ég er bara dótur í fullorða Hægt að vera óþekkur og ekki vera party pooper en lásu þessa grein með Birgittu Haugdal og þessi lið sem var að töðið við hérna sko þetta er eitthvað respectful parenting eitthvað koncept og hérna sést og það sé að stendur hérna já það var að tala að segja óþekk og sko það er lína hérna sem rosa ok, en frutan það, segjum bara ef að hérna, kom svo góðu punktur á hann ef einhvað triggerað þig, þá bara lest ekki þetta orð, þú getur verið að lesa barnabók og svo kemur eitthvað í barnabókinu og þú bara, herru, ég ætla ekki að segja þetta fram að börnin þá segir þú bara ekki orðið sem þú vill ekki að börnin heyri, þú ferð ekki inn á einhverja grúppu og segir ég þúl ekki fyrir að reyna að veiða inn eitthvað allir verði bara með hatur og einhverja mann þetta er eins og hérna bara gömlu Disney-bækurnar, ég er nú ekki að líka þessu saman ég hef ekki lesið neitt af þessum bókum en ég er bara að segja, þær eru mjög gamaldags sko Já. og þá bara krakkarnir vilja oft fyrst spennandi og svona þá bara breyti í sögunni það er ekki flókið Þetta eru frábæra bækur það lári bækur út allt heimilega meira en að Birgittu Haugdal gangiði vel og ég vonandi að vera bestseller Það síðast þegar eitthvað svona mál kom upp þá var það best, þá var þetta Ölsing fyrir bókina, hún fór í metsölu Það hlýtur við lægi að segja að bad sem er óþekkt að sé óþekkt God damn it Gump Já, en svo eru kannski að tryggja einhverja hlustendur núna en það er eitthvað sem segir mér að þau sé ekki að hlusta Eva, herru, ég hendi eitt gamla gott þetta maður Eva Wow, þetta er rosalegt Rosalegt lag Holy Grail, eitt gammalt og gott hér í FM 95 Blö Það er komið að slúðri, drengir Slúðurbakki minn, hann er ágætur, sko, jú, hann er bara fín en það er ekki þekktastu nafni, reyndar byrja ég á einhverju þekktasta nafni heims, Kim Kardashian en hún sagði árið 2009 að hún myndi aldrei fá sér tattoo því að hún sagði þú situr ekki limmið á Bentley og hún vildi að meina að það er rosalegt að líka með hann var svo Bentley, já, og ættir ekki að setja limmi á það en hún var að fá sér tattoo
Það ég það þó honi sig. Ég finna bara leið og ég segi hvað þetta ómerkilegt. Hvað fekk hún segja þetta hvað, ég skildi ekki setja límið á belli, sama að setja tattu á skó. Þú þetta allir út í tett, svona rauðun og vinstri hendinni. En það steindi nett Toyota Corolla, sko, hann ekki Bentley. Juniorin hikkar ekki að flúra sig, en ég setur límið á hann. Hvernig límið það? Bara hann tiggjó límið það? Nei, hún basically að tala að Bentley það flottu bíl, þá setur ekki límið á hann. Skilur ekki, hún vildi meina hún væri það flott og hún á ekki að setja tattu á sig. Hún á ekki að skemma þennan fullkomna líkamann sem hún með. Myndlíking. Já, það var akkurat málið, þetta var myndlíking. Hvað fekk hún? Ég ætti að tala bara bylgjulímið í afturrúðuna. Nei, þetta var bara myndlíking sem Þið skuldi krókudíl, þið veitir það. Ég er búin að segja það. Skuldi krókudíl á raskatið, penisinn eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Ég finna að hún má alveg stjórna því hvort hún fá sér tattu eða ekki. En hún fekk sér inn í neðri vörina. Já, tattu. Já, ég manna mínusmenn gerðu það líka. Fengið sér mínus í vörina. Já, ég veit ekki hvort að. Og hvað settu þar? Bara eitthvað svona lítið tákn eitthvað endalaust tákn. Það er algengur staður til að flúra sig, sko. Á að setja krókudílinn þar. It is weird. Já, ætti að setja krókudílinn bara inn í vörun. Það var ógeðslega vont. Þú hata sásökar, sko. Já. Þú grest daginn þegar þú rakst hánni, sko. Það er bara, ég hef það frá konunni. Já, ég er svona 10. sinn. Þá grét ég ekki. Ég get lofað og höndar ekki nál í vör, sko. Ég var votur augun. Það er mikill munur á að grenja og verða votur augun, sko. Það veist, ekki fóðið tattu í vöruna. Að banna að segja grenja þetta, sko. That's a four-letter word, sko. Það má ekki segja þetta óþekkur heldur. Þannig að passið ykkur eða, sko. Ok, hérna, it's a four-letter word. G-N-E-N það er 5. Ég þurft að telja. Þetta er 5 stað. Þetta er 5-letter word. Ég vinn á FM. Vinnur í útarpi, sko. Já, vinnur í útarpi. Ég fekk sendum daginn. Ég setti þetta á Twitter. Við vorum í kappsmáli á stendi. Já, við rættum þetta í blöggastinu. Ég fekk send frá konu sem ég þekki ekki neitt á Instagram. Hún sendi mér Nei, herðu. Það er að koma sending okkar besti maður er mættur. Afmælisbarnið Robby. Hann er í vöðvabúning. Svona Jóla Túborgs vöðvabúning. Hann var að hlusta. He put the pedal to the metal. Hann með fullt fang af Jóla Túborg. Og til hann ekki með daginn. Þetta er fellow bodybuilder. Okkar besti maður. Já, við þurfum að fylla á. Já, hér er verið að fylla á kælirinn. Og þú myndir læsa hann að Þráin og Rikki kemast ekki í hann, sko. Það verður helviti gott, sko. Tómi Steindós má reyndar fara í hann, en bara ég held við þurfum að fara að stoppa það því að he's taking it too lightly, sko. Hann getur drukkið. Já, ég var að tala hérna að við fórum í kappsmál og ég fekk send og ég hugsaði það var ástæðan fyrir hendis á Twitter. Ég vissi ekki hvort það verið hrósið ekki. Það var kona sem sendið mér. Djöðlega gaman að sjá 2 svona heimska í kappsmál æðislegu þáttur. Er þetta hrósið? Er þetta ekki bara samlokan? Þetta er drull og hrósið. Hún orðaði þetta samt 2 heimska. Það er nú, hún er ekkert orðað að penna. Já. Þú veist að hún fór í ljóttor. Já, einfalda eða bara Vittlisinga. Já, vittlisinga. En ekki, ég var ekki móðgar. Svo heimsk. Ef hún var að hlusta, þetta var ekki móðgun. Málega það, þú veist. Þú veit að það vinnir það þegar maður er ekki komið barn á þann aldur til þess að vera að rifja þetta upp og allt þetta, þú veist. Þetta er bara eitthvað sem maður læri saman fyrir samrættaprófin. Þannig að þú veist að vera bara, heyrðu, segðu eitthvað núna í þáttíð sem við líka í hérna boðhætti og líka á bla 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 alveg bara, þú veist, þetta var frúa og ég bara, maður eiginlega skildi ekki eins og spurninguna, sko. Ykkur, þau voru ekki að bóka hérna 2 gæja úr Alvotek, sko. Vissallir þið myndi vera, það bara come with leave. Þau voru ekki að svara neina. Veist þú hvað að setja eitthvað í efsta stigi í viðtengingarhætti? Ég skildi ekki 1 orð sem þú sagði. Ekki 1. En ímyndaðir, þú ert að út í stúdíu með áhörður og kamerun á þér. Þú segir bara, herru, hvað sagður blöð? Efsta stigi í viðtengingarhætti. Og go. Já, ég skildi, ég ekki ljúa. Ég náði ekki 1 orði sem þú sagði. En veist það, ég hugsaði ekki setja okkur í svona, það fáðu bara eitthvað gáða líka. Ég byrjaði strax að hugsa bara, ok, þau hérna rúf, það er verið að trolla okkur. Já, það var sem var að gera. Ég hafði helviti gaman að þessu. Þeir fengið ykkur hana til að niðurlæga. Já, pínu. Nei, bara stemmist áttur. Nei, mér fannst þetta gaman. Þetta er skemmtið þáttur, sko. Já. Hvar voru, já, slúðri, Kim Kardashian með tattu, það var ekki merkilega það innir á vörina. Já, talandi raunveruleika stjörnur og þá var þessi nú eins og fyrsta, þessi muni eftir Jordan sem var með Dwight York á sínum tíma og
Katie Price, heitir hún það ekki? Það steindi mjög Jordan, ég bara man ekki eftir henni Jordan, ég held að það væri bara Michael Jackson. Nei, hún er vinsæl í Breitlandi. Jú, hún heitir Katie Price. Jordan Katie Price, googla Jordan Katie. Það kvektar hjá þú sér hana held ég. Og sko, hún var hérna, þetta slúður ómerkilegt. Ég fæ ekkert upp eins. Katie Price, Ég get á hann er bara 7 stafsendingarvillur í Katie Price. Þannig að ég veit ekki að komum. Þú veist það sko, hann var í kapsmálum daginn sko. Heldur að ég bara að skrifa Katie Price í rétt. Nei, hann kann ekki eins og ennsku. Það var bara K-E-E-T-I Katie. Sko ég held þetta að sé eitt af þessum tilvæðastrákar og þið eru bara aðeins eldri en ég. Skrifaðu bara Ég er með hana hérna. Ég kannast ekki það. Nei, þú veist reyndar ekkert hver neitt er. Ég meina, hvað ætti ég að vita hver þetta? Hvað voru að gera hann í Mosó á sín tíma? Sko, tímar þetta svolítið aðrið? Sko, ég er aðeins yngri þér sko. Já, ég er miklu yngri. Þannig að, 12-15 ára mikri. Ekki alveg, en 4. Ok, það skemmtir ekki máli. En á prófnum, allan ekkert lofa því að Blöð og Landakos og Húkimenn og Mansvegs voru að skoða tímarit með þessa reyðan á sín tíma. Nei, ég meira að tala þegar við vorum í 70 mínútum. Þá var hún the shit í Bretlandi. Hún var oft í slúðupakkanum í 70 mínútum. Nema það að hún, sko, var að fara upp á svið daginn. Hún er með hlaðvarpið The Katie Price Show og hún var með áhorfendur í beinni. Hún byrjaði að leka. Ástæðan fyrir tók þetta er að því ég maður að þú varst með slúðurinn hérna. Þetta tala bara að lesa mynda? Nei, rassin á henni byrjaði að leka. Ekki það sem þú heldur núna. Heldur hún var nýbúin að láta dæla bótoxi í raskinnarnar á sér og það er lágu. Hún var að stækka svona rassin á sér. En hvert lágu er? Raskinnarnar? Bara neyra á mjöðmir? Nei, neyra á læri? Neyra á mjöðmir? Nei, hvert lágu er? Ekki neyra á mjöðmir. Hvað er raskinnarnar lágu ekki? Það lag efni sem að vera að setja hérna, lag niður svona. Hvert? Væntalega bara svona niður lærið. Þetta er basically bara svo vökvið sem að leka niður lærið. Og hvað gerðist hérna? Nú er ég ekki en expert. Er Botox ekki eitthvað svona drastlega lamar vöðva eða? Nei, þetta var ekki Botox. Þetta var svona til að stækka. Hún var í lítalægum til að stækka. Sílikon. Bara eins og okkar besti maður fekk sér í kálvana. Já. Svona stöf á væntalega ekki að leka. Nei. Þetta verður gert á okkur förlegri stofu. En okkur ekki bara taka vel á hnébauðin í staðan fyrir að dæli sig. Já, það er, og svo hún átti erfitt með að sitja en það kom ekki, þú veist, það var ekki svona einhverju vöðvar að færast til sýnilega, fattur svona blob til dæmi, svona leki. Lag hún í beinni? Já, hún var að labba upp á svið og bara var með púða og svona fyrir að því að þetta var að byrja að leka. Þannig að ég er með nýjan bjórina, Light Jól, karamella og appelsínu börkur. Wow. Veistlega? That's a beer. Þú verður að prófa hennar. Ég er að fara í jóla túborgin. Bara áður en að Þráinn og Rikki og Tommi komast í skápinn sko. Það hafði svona 5 mínútur. Skápinni gæti ennst núna, er ekki Rikki 2 vikur á tenni? Já sko, þegar þú segir það sko. Vonandi. Það var gott fyrir okkur, það er lengst. Nei, það sem ég langar að ræða þarna með þetta, veist, hvað er, nei, svo, maður má ekki segja neitt núna. Mér finnst bara eitthvað svo skrítið. Þú mátt kalla mig óþekka og ég fer ekki að greinja. Nei, en mér finnst bara eitthvað svo skrítið að dæli rassin á sér af því að þú getur stækkað hann, fattur þau? Já, bara í döðagöng og nepi. Það er the hard way, sko. Það er auðvelt bara að dæla inn. Það var svona pælingin. Svo var það í lokin hérna, það var einhverja flúra. Nei, ég veit ekki eins og hver þetta er. 2 flúrslúður. Já, vitið þið hver Ann Starkovski er? Hún er vist einhver TikTok-stjarna. Nei, við erum í TikTok. Já, ég veit hver það er. Veistu hver það er? Nei, þú getur alveg glemt. Já, þú veist ekki hver neitt er. Nei, þú veist, hvað þá, ég er ekki svona á TikTok, sko. Þetta er nýjasta tattúið hennar. Kærastenninn heitir Kevin og hann var að setja Kevin yfir allt ennið á sér. Á ennið á sér? Sér bara þetta er svo stórt tattoo. Þetta er bara yfir allt ennið. Þetta er ruglað. Þetta er með skrýtnara sem ég sé. Þetta er bara fyrir að fá eitthvað views. Já, það er verið að fjalla með nefn í humblöð. Já, og svo fyrir Leysir í Íslandi. En Leysirinn alltaf kikkar inn hana. Já. Þau hætta saman. Er hægt að fara í eitthvað Leysir í dag sem tekur svona alveg? Auðvitað. Á þess að sjáist. Já. Ekki að það hlýtur að koma ör og eitthvað svona. Nei, þetta er smekklega gert þetta. Er það? Ætlar að taka á þig þetta? Nei, ég er alveg til að prófa þetta. Það færði mjög vel. Nei, ég er bara mist tattoo bara skemmtilega minningar. En ég er spá, skuldi krókudílinn. Er það hægt eða? Já, ég mun fara í krókudílinn. Ég ætla að minna ykkur á það. Hún ætlaði standið við það. Tindastóll var Íslandsmeistari í körfu. Ég er alltaf að setja hann krókudíl á mig. Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan. Svo fyrir við í klefa þar sem við vorum í stigagangin í fyrsta sinn í langan tíma. Ekki missa því. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindi erum í klefanu góða og Steindi. Það er orðið svolítið síðan við fórum í klefa. Já, það hefur ekki verið klefi síðust 2-3 þætti. Ég er farin að sakna klefans. Já, mér líður vel hérna. Já, hérna líður okkur best sko. Og það er, ég spurði King Thomas
Steindós og félagi hérna fram með hann bara, hvað ættum að hendi? Já. Og þeir sagði, ekki komin tími á gamla góða stigagangin? Já. Og ég hugsaði, herru, alltaf þegar ég henda á Insta, þá er sagt stigagangur. Já. Við hefum ekki farið í hann í smá tíma núna. Nei. Og við erum með pælingu því að við vorum að skemmta út á landum daginn og vorum að reyna að brainstorma og ég var að sjá það hérna í símanum mínu sem betur við sefa ég, þá var pælingin að hringja og reyna að fá að gista hjá einhverjum. Já, reyna að fá að gista Hjá einhverjum í blokkinni. Já, það er bara, þú veist, það er verið að gera við húsið og eitthvað íbúðin í rugli. Maður kom að taka sófann. Og þannig að við ætlum að hringja núna Heldur þetta sé möguleiki? Já. En nú er bara nú þurfum við að vera Þetta er pínu rannsókn. Þetta er líka rannsókn. Áttu góða grannar sem nenn að fá þig bara inn. Þú heimtar, ég tæki líka. Því þú ert samt betri í stigagangur. Byrja þú í þessu. Ok. Ná, hér er hvernig þú tæklar það. Ok, þannig ég fyrir fyrst. Þá er bara að finna hérna maður sem. Ok. En byrju, ég er ekki, þetta er bara basically. Já, ég finn eitthvað. Já, hringdu bara. Ok. Jens. Halló. Jens, hvernig heiti ég þér? Ég er á kynningu hérna, nefndakynningu. Hvað er það? Ég skilði, þetta er Steini hérna, ég er í blokkinni hjá þér. Ég er í engi hérna líka. Ok. Ég ætla að tjekka það, ég lendi smá leka-vesinni. Ekkert alvarlegt, en það er verið að þurrka þetta allt í dag og kvöld og þetta er kannski skrítið spurning. Ég ætla að tjekka hvort það var eitthvað sjans ég fengi að krassa á sófanum hjá þér í nótt. Sófanum hjá mér? Já, þú myndi ekkert finna fyrir kallinu, sko. Við ætlum að hitta strákan á bensín í 2-3 og komin heim bara útsofnaður og farin þegar þú vaknar. Ert þú í blokkinni hjá mér, segir þú? Hvað menur þú? Ertu ekki engi í hellanum? Ég? Já. Nei, ég er fluttur. Nú, hvert fór kallinn? Kallinn fór í Glesugróna. Já. Er pláss á sófanum, eða? Nei, það er ekki pláss og hvað er þetta? Þetta er eins og ég segi, það var eitthvað leki og við veitum ekkert hvaðan hann kom, sko. Nei, þá bara kemur þú í veg fyrir hann að leka eitthvað. Það er bara ekki flóknar af það. Já, það er aðeins svo seint núna, mér vantar bara eitthvað stað til að krassa á í kvöld. Já, nei, það er ekki hægt fyrir mig. Nei, þú myndir ekkert finna fyrir mér. Nei, það er alveg útilokað. En ef ég kem bara þegar þú eru sopni. Nei, það er alveg sama. Ég gæti líka, ég er búin að hendi í Aeroballs hérna eða langar í, geti fengið okkur 2-3 bangsa og haft að kosa. Já, ég veit það, en þannig er ennú staðan, sko. Já, ertu ekki opinn fyrir því? Ég er alveg, það kemur ekki til mála. Skutin. Þú var að leita annað. Já, þetta var, ég get ekkert seltið þetta, hvað ég verð stutt og verð farin snemma og finnur lítið fyrir mér. Ekki neitt. Ég myndi koma allt sjálfur, sangina og allt byrli, sko. Nei. Ok, ræðum þetta ekki meir. Nei, þetta fer ekki lengra, ég heyri það. Ég finn eitthvað. Ok, takk, bæ. Þessi var ekki að nenna þér, maður. Nei, það er náttúrulega, þú ert ekki að fara, mér erst bara fínt að vera búinn, sko. Já, Jesus, maður. Þetta er aldrei að fara að ganga, bara svipur það. Nei, ég heyri það bara, þetta getur ekki, sko. Jóhann Ingi, hérna, prófa hann. Ég er besti sölumær í heimi ef ég næ að láta ganga. Hvað varstu farin að bjóða hann með það? Aeroballs. Það var ekki að hjálpa maður. Nei, ekki stónir. Já, góðan, er það Jóhann Ingi? Já, sæll og blessaður. Þorsteinn heiti ég og hringi hérna á heim í blokkinni hérna í Yngingaldarum. Já. Og var að lendi svo leiðilu, ég var að lendi í leka. Nó. Já, hvað gerist? Herru, það er bara í eldhúsi hjá mér. Þetta var nú bara mín sök. Ég var nú bara hérna með vaskin of lengi og sá þetta ekki hreinlega. Já. Í hvað íbúðast? Ég er nú bara hérna á þriðju hæðinni. En svo er sko iðnaðarmenn að þurrka. Hvað sér? Á þriðju hæðinni hérna svo í þrúbbi. Svo eru iðnaðarmenn að þurrka núna og þetta er svona Já, smáleiðindi. En ég er að lendi í því núna. Ég er að milli húsa og ég ætlaði bara aðtöga hvort það veri möguleik að fá að bara leggja mig nokkra klukkutími í sófanum hjá þér. Bara í rauninni og þetta er klárt á morgun, segja þér, sko. Það fer ekkert fyrir mér. Ég er leigubílstjóri og svo enda ég fer ég örugglega bara hérna aðeins á kaffi bensín í 2-3 fleiri og svo bara ég basically ég verð farin ára og vakna, sko.
Konan er fyrir norðan, eða svona líklega er hún fyrir norðan, annars væri hún bara, færi ekkit fyrir henni heldur við, svona, já, kærustu sko. Hún meinar. Ok, rétt svona. En bara svo vitir, já, en ég ekki bara svo vitir að, þú veist, en ég get líka, ég er ekkit að reyna að forðast þig, þannig að ef þú myndir vilja, þá er ég alveg til í smá bara Airballs og búin að baka slatta sko, bara 40 minna kikkin og ég á bútleika nýju Mission Impossible aðeins út úr þessu, hvað sér þið hérna ok, það sem þessi tón hérna ég ætla aðeins bara þú heitt setna, ég ætla að taka aðeins þetta það lag hérna, ok, hérna var það í eldhúsunni þá? Já, byrja alveg mýgleika sko fór svolítið niður á gólfið það farið eitthvað hæðina fyrir neðan Nei, sko, þeir vildu meina að það hafði alveg ekkert þannig sko Okay, nei, þetta var bara gott fyrir mig að vita af því sko Já, þetta er bara smá sko hún hérna en eina sem ég var spáðist, ég geti komið bara með mitt teppi og mína Joe Boxer og við varum bara, svo geti maður hendi eitthvað skemmtilegt mönns þarna eða ég, eins og þú segir, og finnur ekki fyrir mig sko, ég var bara hérna eitthvað stað með strákunum sko, ég veit að þeir eru hérna 2-3 góðri gardínum sem ég geti kíkt í Já, ok Þannig að þetta er bara eins og við viljum spila það sko. Þetta er bara í nótt sko Ég nótum að geta hann ekki alveg Hann hérna Nei, en ég meina en það fer bara allt eftir má ég það? Nei, við finnum hvað fyrir laust En heldur að ég mætti taka sófan? Nei En já, þannig að það er engin sens ég er búin að fólk virðist ekki vera að taka við líta ég er bara því að var já, nei en nú finnur ekkert fyrir mér en ef við verðum lengi á kaffibensín Nei, við skoðum þetta bara en ef við lofa þér að kærastan koma ekki við Nei, þetta er engin sens Nei Þannig að þið líst ekki á það Nei Heyrðu, ekki máli en ég þakka fyrir spjallið og bara, já, takk fyrir þetta Já, bæ Ok, þetta er ekki bara að ganga Það er svo fyndið Þessi var ekki Þessi sko, hann vildi bara vita Hann hefði mestar ágjör hvort það verið eitthvað að íbúðinu Já, er eitthvað að leka hjá þér Stoppa aðeins þar, er þetta komið þetta niður? Þú leiður honum ekkert að tala Hann hafði svo mikla ágjör Þetta var svona nettur djún Þetta var nettur pappi minn sko Því að hann hafði áhyggjur að Pappi þinn, þetta var bara þú ert orðin pappið Já, ég meina, ég hefði látið eins og hann Ég bara vilja vita hvað var þetta mikið og er þetta komið lengra leið og það var komið á hreint að leki var ekki að fara á milli þá var bara, nei það var glemt úr þetta var svo sko, fyndna er að þegar við ákveðum að leið þá heldum við að þetta væri alveg smásjans en þetta er lítir glata Akkur var ég eldaði í þessu Airballs það draf mitt Nei, það var ekki það sem draf og akkur varst elda það Ég veit það ekki, ég var nýbúin að skjóta á því fyrir að vera fulla með það svo fær ég beintið það líka Þetta var basically bara stigagangur og tvistið í dag var getið fengið að gista því að það leki í íbúðinni Já, gaman þessu Já, ég líka FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch FM 957 Hárið það eru Loop og Dynout sem að færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 Við minnum á gjafabrifin hjá Dynout alvöru jólagjöf það verð getur nýtt þetta á öllum veitingastöðum og svo getur það er nýtt og getur notað Dynout í þess að panta bæði á Jómfrúnni á Keflavíkurflugvelli og svo er þetta notað þetta á Tenerife í dag líka Já sko mál er að Íslendingar eru með annað fótinn á Tenerife það er alltaf bara 5-6 mannsatn úti meðaltali held ég Ég verði ára jólinn, ég getur þetta að nýta þetta Þetta er þægilegt, þú fer bara á Dynout appið pantaði bara út að borða þá þarf þetta ekki að vera eitthvað að grafa eitthvað upp og ringi eitthvað spæns númer og bara græja þetta bara Til í þetta Ég heldur þetta að sé bara eitt staðar á tenni núna nema okkar besta að sé búin að auka vissið Nú er ekki jarðfræðingur Þið eru báðið mentaðir í jarðfræði Já, ég reyndar kláraði ekki alveg en það útskýrði fyrir mér eins og ég segi 5 ára Nú var eitthvað skjálti núna bara fyrir svona 1-2 mínútur síðan í Kiev Facebook og við finnum ekkert inn í bænum en síðast þegar við komum skjáltar þar þá hristi allt í bænum af hverju ekki núna útskýrðu það Steinþór? Já sko við vorum að ræða þetta lítur að vera á einhver annari plötu orðað er þetta
Hann er plötu Plötu, eða ekki Herru, förum bara í eitthvað sem við kunnum Við erum ekki að fara að tala um jarðskorpuna hér En þetta það samt sko að máli það eru rosalegi skjálftar í gangi Við finnum ekkert hérna í höfuborginni Ég var að tala við Fossetan, okkar besta mann hérna Hann er bara að hrista alltaf með honum Hann er pingu 2 cm heima nú Það er mikið hristið Þetta er ógeðslega óþægilegt Þetta er nefnilega ógeðslega óþægilegt Þetta minnið á bara hvað verður valdalítill Þetta húsið tristist maður Það er bara hann Já, við sendum bara þetta kveðir á Suðurnesjum vonandi bara kemur þetta gos upp bara og snirtilegan hátt og er bara allir í stuði Er bara pottið að koma gos? Já, ég held það Það má ekki, það verður að passa þig að sko, ekki burn bláa lóni to the ground Nei, basically Ég þarf ekki að fengja meira beverage í lónin Það er nú meira í húfi líka bara innviðir og fleira En ég held að þetta sé bara Ég held að fá rafmagn er overrated Það sem er ekki overrated er a beverage bláa lóni Þú getur fengið rafmagn út allan heim Bláa lóni Það er nótilega rafmagn Það er ekki þeirri með mikið bláa lóni Ef ég skildi rétt þá eru bara heilt bæjarfélag bara rafmagnslust og hitalust Það er bara kveiki Stendi Fannir þið bara eldi við Kveiki í hís Í hvað skóa ætlar að fara og ná í eldi við Bara þetta er ekki Bara að redda það Munið með þess að við vorum ekkert með Það er bara í eldi við Við vorum í þættinum Við vorum að tala um hvað heitir áttur hótelið flotta í lóninu Retreat Daginn sé ég gisti þar og svo King Blue og það gisti þar Þannig er entrepreneur Það verður geðu Ég fekk það fertugsamælisgjöf En ég man þið eftir að drepa mig núna drengir Ég bara muna þetta þurfum að tala um lónið Ég er ekki að drepa blöðar Nei, ok En ég man við vorum ekkert að segja þetta í þættunum Ef það er einhver frá bláa lóninu að hlusta Þá myndum við gera hvað sem er til að fá að gista hérna með konunum á retreat Ég fekk tölvupost það var hægt að græða og ég fylgdi því ekki eftir Ertu með fucking frómas í höstum Og málega þú ert að segja þetta um mann sem elskar ekkert Hefur eitthvað sómakend? Jú, ég bara Nú er þetta að fara burn to the ground Þannig að nú hefur ekki svona sjens á því Það er einn maður, það er enginn í heiminum sem elskar meira gott hótel og böð og þetta er bæði Þú ert að segja þetta við hann Þú ert að dreyma um að gista á the retreat Þetta er það gott hótel, retreat núna Besta hótel í Íslandi Já, þetta er öruglega bara í heiminum í Evrópu allavega að ég er alveg til ég að vera eitthvað frá retreat núna hlusta ég veit að það er lokaði viku út af því að fólk þorur ekki að vera þar sign me the fuck up ég skal mæta og taka það eina nótt af 3 graðir eru skilsam hægt að kalla okkur 3 graðir þú að sé eitthvað smá hristingur ég sæniði mig í þessu svítu er tómt húsið hann nú ef það er í boði að við fáum að henda okkur í svítuna þá tækjum við öll herbyggin eru sturluð já við getum hlaupið að dumma og bara alveg djöflast smá jarðskjálfti ég er ekki svona grínast ef við megum taka gistingu þarna við erum on ef það er eitthvað að hlusta frá blálónu þú veist að þeir voru neitt til að nota þú hefur ekki hafa opið þú hefur 2-3 mínútur að koma í burtu að það kemur gos þú ert extremely fast bláa lóni þurft ekki að loka það er staðfest þetta er ekki komið á það stig en fólk var að kvart undan einhverju skjáltum og eitthvað við vitum þó alltaf á hættunni FNÍ fyrir blöðgengið við erum tilbúin að taka séns ég get lofa eitthvað því ég næ ekki að forða mér á 3 ég myndi þurfa svona allavega hálftíma 40 til að koma þér burt fari gallabuxurnar og henda með stúl hálftíma því það er ekki andlitað ef það er eldgós að koma þá er þetta ekki að vera pót í andlitað ég lappa ég hugsaði eins kíkja eins kannski, tekið símtal ég er ekki að hlaupa út af 3 mínútur ekki var Nója eða June og það er sagt bara allir á hótelinu núna þá get ég lofaði því, þú ert fyrstur allir á hótelinu, við erum einir út lífrættasti maður, já, þessna eru þau mjög snöggur út það er enginn sem segir við þig, farðu út á hótelinu þú ert einnanda bara já, þú meina, við þurftum náttúrulega að hafa stað við þurftum að vera vaka, við þurftum að taka vaktir ég getum vel verið 3 Nei, ég er að fatta þetta núna Aleinir, ég röst bara niður, farið í lónið Veistu hvað gerði Dælt sjálfur að verna, það var rosa Nei, veistu hvað gerði retreat að bestu bara hótelnótt sem ég átt, ég er ekki að grunast það er staffið Þjónustan Já, þjónustan, hann ég er að fatta núna ef það er enginn að vinna þarna þá græðum við lítið á að vera þarna Það er bara hot celebrity saman Sko, ég geti tekið á mig að vaka með þið leggið ykkur Þannig ég geti tekið vaktina Við munum ekki hafa efni á svítunni nema ég myndi svona moment, það er enginn hana Þú veist, það er space entrance í svítuna Þannig að þegar Tom Cruise var í hann að koma og nenni ekki að hitta góminn í andunni Þú fórst að tala um mig Já, ok, nenni ekki að hitta góminn Þau leggja fyrir utan svítuna labba beint inn í hana, þurfi ekki að fara í lobbyið Það er rosalegt Chris Hemsworth gerði það bæðið um daginn Chris Hemsworth? Hann gisti á retreat Þú vilt meina hún sér svo líkur og ert ekki? Já, fólk segir það, ég er ekki að segja það sko. Það er ekki mín skoðun
En sko ég að sæna okkur að inn. Ég meina ég fekk mail síðast þegar við rættum þetta. Þannig ef einhver sendur hvað þyrftu við marga starfsmenn? Blöð, þetta þú að setja því í stand. Ég veit það. Ég segja við því 100 sinnum að ég má dreyma að gista þann og fara mail, blöðsöður, vil ég ekki koma að gista þann og svarar ekki bara. Nei, maili var ekki þannig. Það örugglega að finna eitthvað út úr þessu. Og þá sendið þú tilbaka. Já, hvað hérna. Ég gerði það, ég sendi. Halda boltanum á lofti. Já, við erum meirinn til. Svo bara týndist boltinn. Ég glemdi að halda hann á lofti. Þú ert líka bara alltaf blöð og e-mail. Alltaf Wilson bolti. Þú veist, alltaf bara, hann kann ekki senda e-mail. Hann er game over framtíð. Ég kann víst að senda Þú kann eiginlega ekki að senda e-mail. Hvað ætlar að gera þegar eiga tekur yfir maður? Hann er game over. Fyrsti gæðan sem við drefum er auðvitað blöð. Nei, ég er að spá ég að flytja einhvern svona gamlan bæ á Ítalíu. Þar sem að tæknin ræðir ekki ríki. Ég breyk það heldur Já, sko. Sitja þar og drekka rauðvín og gott kaffi. Já, sko, máli að þú verður að fylgjast aðeins með, sko. Ég er að reyna það. Herðu, fyrir mig spurning Kendi Gilsons. Máli að, sko, ég er með góða fréttir og slæmfréttir. Með keppnina. Sko, ég var að skoða það fyrir út af við ætlum að taka hann fyrir viku síðan. Þá var ég með 7 spurningar. Þess að ég fekk mér a couple of Christmas beers á hann. Ég bætti tveimur við, þannig ég er með 9. Shit. Þannig óvenju löng. Þannig að En ekki, manstu, við rætti þetta off-air. Hafðu þetta svona þroskað? Ég veit þetta er ekki þroskað, en svona aðeins. Þetta er náttúrulega fyrst og fyrst menninga þáttur. Það er einmitt að ég hugsa má ég þegja og koma með þetta bara. Þú getur ekki þagað og komið með þetta. Þú ert king of beer. Þú vannst Stenda Junior innan 2001. Hvað var staðan þáttur? 6-5, þá varstu með 11 spurningar. Já, svo nema því að við svara sumir spurningum og fengið punkt á saman stað. Já, við getum báðið fengið stig. Það er ekki. Við vinnum alltaf báður FM hann. Ég hefði sjálfur pústað saman 6 og 5 og fengið 11 líka, sko. Þetta er fyrst að við verðum meila að fara að taka upp þættina. Já, sko, hætti allan að bjóða okkur í kappsmál. Hætti því. Nú fara að miðla að troll okkur, bjóða okkur tala íslensku og hvað nú koma the clowns. Þetta gengur ekki. Nei. En þú vannst hérna quizið stundum, það er það? Já. En það er nú kannski ekki líka, það er meira svona fyllibittulegur. En það er svona popkultur spurninga, það er ekki, þú ert ekki að fallbeigja eitthvað í boðhætti og í Hefur þú í hverju, gott með það? Nei, bara ég ætla að segja bara ykkur fleirtölu í efst í boðhætti efst að stíð. Ég átti alltaf bara þegar það hringdi í ykkur á kappsmál þá ætti að segja, hörðu, já, takk alveg fyrir boðið en við erum heldur til feski, sko. Nei, okkur langaði, það er gaman. Ég er ekki lægi með ykkur. Jú. Nei, á ég segja bleikt. Það er ekkert að því að gera þess að fíbli, sko. Steindi ætlaði ekki að fara í kappsmál. Eðlilega ekki. En, og þetta er satt, Steindi, ég er ekki að ljúga. Sagði ég nei? Já, þú sagði bara að við verðum okkur til skammar. Verðum okkur til skammar. Já, en þá sagði ég við Steinda línu og þá var hann hjartanlega sammála. Ég sagði, herðu, Gafstu hún línu? Ég sagði Sagði hún línu? Já, ég kom með línu sem hann var sammála. Það er rosalegt. Drengir, hvað? Og það er þá mannaðis upp í þetta? Er það að liggja í trælum? Nei, komdu með þetta. Ég sagði það, herru, við getum ekki sagt nei því að við erum alltaf að biðja fólk að koma í stóra svið. Við erum sjálfur með þætti þar sem við erum að biðja gestum að koma og gefa sér tíma. Þá getum við ekki sagt bara, herru, nei, við nennum ekki kappsmál. Vitandi að við myndum verða okkur til skammar. Mér finnst þetta bara frábært, sko. Mér finnst þetta gaman að fara. Ég nenni eiginlega aldrei neitt. Það er ekki þetta. Þau eru ykkur til skammar. Og hvað með það? Já, couple of celebrities og þú veist, bara hellið í okkur og öllu skítfokki saman. Auðvitað, búin að vera til skammar í 22 ári. Já. Hlaupaðum á penisum út allt land og skiptandum á vinnuðinum og þetta bara. Þú er búin að vera þér á fjölskyldunum til skammar í 25 ár. Ég var meira sem búin að gleyma einu því að þetta var rifjað upp fyrir mér hérna í ferðinni. Við vorum að skemmta á Eskju, Króatíu, sturluferð. Fólk getur held í sig þar. Já, þá var einn sem var að vinna í Ösku sem sagði, er þið konan að fara að faðmast nakin upp á herbyggi? Ég hugsaði fyrst bara, hvaða pervert er þetta maður? Og ég er bara svona, já, ég veit ekki, það er bara ef maður er heppin eitthvað. Hann bara, nei, svo þið sveppi á sínu tíma. Ég var búin að gleyma því aldrei. Ég þarf að setja það inn á blökkarsíðuna. Hafið séð það? Já. Þegar við tókum áskorun að faðmast naktir og sveppi bara, hann ræðst á mig, ég er náttúrulega með snertifældi og allt í rugli. Sá hafði gaman, það var hann að rifja upp það atriði. En þegar eitthvað segir við þið, eru þið konan að fara að faðmast nakin upp á herbyggja því? Já, veist, það var erfitt þig að tengja það við sveppa gríni, sko. En þú veit að þegar það var auðvöldur í Mushroom, veist, hann er ekki með snertifæli, sko. Nei, hann dyrkaði þetta því að hann sá hvað mér fannst þetta óþægilegt. Já, ég mannst að þetta gæði hann í sportinu. Já, það var ennþá. Ég þekki það að sveppa. Hvað var það aftur? Ég var að vikta mig. Gauð sem kom bara aftan á mig. Ég var nýkomin úr styrtu nakin. Hún kom annar gaur nakin bara aftan á mér og bara fór upp á mér og bara, hvað er kallinn þungur?
alveg upp þeim og það náðast hún að penisin á hún fór í lærið á blöð og svo sagði hann, hvað er kallið þungur? Og það ég stóð við hliður sá hvað blöður Það er þeim náttúrulega bara svona Það nennir ekki að fá ókunna mann á penisnum og segja hvað er kallið þungur hann var ekki að nenna því það Er ég skrýtningurinn? Nennir þið einhverju? Nei, þú veist, ég varst náttúrulega bara að reyna að vikta því friði Já, ég meina þá er líka hann að 85 kíló skafin Byrjaði á þessu Den besti blöð þetta er 9 spurningar núna, ég bætti einnig við Hefur þú drukkið bjór eins og a real man og sett sígaret upp í þig? Like a real man? Ég held að ég hef gert eina versla með Ég hef fengið mig sík og bjór Hefur? Gerðu það bara á hverjum einasta degi í 14 ár? Ekki hverjum einasta degi Hverja helgi? Blöð, þú getur ekki logið, þetta er myndaðið með síkór sko? Já, en þið er ekki að segja okkur fyrir að þú ekki gert þetta Það er ekki stöpp á þjóðatíð Nei, þetta var ekki eins og þjóðatíð Svo ég segi ykkur í svona 300. sinna þá var ekki kveikt að sígarettinni í þjóðatíð En þetta var á Hall og Akureyri einu sinni Það var rosalega mynd Þá vorum við að reyna að byrja að reykja strákarnir Var það ekki þjóðatíð? Nei, jú, myndin er á þjóðatíð En það var ekki kveikt á hann Það geggjaði blöð sko Þetta er einu minn uppáhaldsblöð Vúrþblöð Síkóblöð Hafið þið séð kartið sem er búið að gera Þegar nú er ég að safna spjöldum Ég er a collector Og það er búið að gera spjald Hoarder. Sem er one of one Af Vúrþblöð með rettu Já, það var tengt þessum áritað Það sem varst að tala í blöðkastinu Já, þú veist bara Hvað er það spjald? Ég veist, basically, hann bara gerði designið Það var eftir að prenta og gera spjald og blöða eftir að áritað í alvöru Það voru on-card Hvað verður spjaldið? Hvað getur kætt það? Ég er að spá einmitt sko Mér langar að gera þetta spjald fyrir Litli-Jól Já, þá getur við gefið einhverjum söp spjaldið með blöð Þetta er one of one sko, það er ekki til annars svona spjald En þú er þið sann svektur að því að það eru það stjórnlega vinningar í Litlu-Jólunum og svo færðu bara eitthvað áritað spjald Þetta getur verið margra miljónar við Þetta er áritaður Vúrþblöð one of one Það er akkurat 4 vikur í Litlu-Jólum Það eru margir sem hefur drepa fyrir þetta spjald Herru, ég ætla að gera þetta, ég ætla að láta að gera þetta Ég ætla að fara í samband við einhverjar prentstofur Já, fyrir einhver sem veitir ekkert hvað erum að tala að eftir nákvæmlega mánuð 10. desember verða Litlu-Jól blökkarsins þannig að ef þú ert áskrifandi þá við viljum að draga út 50 pakka í beinni útsendingu á sunnudegi og ef þú ert áskrifandi þá bara getur við verið dregin út Það þarf ekki að gera neitt, það verður bara öll nöfn í potti En vonandi horfuru Já, en allt inni kemur bara nafnið þetta upp og þá bara, það er bara Sigrún og svo bara opnuðu pakkan og svo bara, þetta getur verið hvað sem er sko borvél, kaffivél, þetta getur verið áritaður og máli er að svo margir á samband þetta verður miklu veglegur enn í fyrra sko. Og ef það er einhver fyrirtæki sem vilja vera með þá sendið á tal.is Skemmtilega með fyrirtæki að hlusta það er allir með og sendir einn gjöf hún verður lesin upp á primetime í TV já Þetta eru bara á vísi stöðtövísir og vísir Þetta eru bara fyrirtæki sem vilja peppa basically öll þjóðin að horfa á þetta sko. Ég er samt, það eru meiri líkur öll þjóðin sem bara horfa á nýjársbingoði því að það er á nýjársdag og þú hefur ekkert betra að gera. Við erum með 2 winners. Eigum að klára þessa spurningu? Ég er búin með eina spurningu að 9 það er 1-1. Hefur komið púk í þig eftir nokkra bjóra á þessu ári og þú hendur á gólfið og tókst Jackson? Nei. Jú. Ertu búin að gleyma The Rave Cave í Berlin? Það var rosalega Jackson Ég var að hugsa Það þýðir ekki að segja nei Það var betri þar en í höllinni Öll þjóðin fylgdist með þér í The Rave Cave Ég var steinglems Ég held að var að tala höllina og svo hugsaði nei, það var í fyrra Þú varst búið með 50 og eitthvað skot af 56 ingredients og þú tókst Jackson Já, fyrir framann eitthvað þjóðverða sem við svo ekkert hvað er í gangi Já, þeir skemmt svo konunglega Já, ok, þá var ég punkt Steinþór? Nei, ég held ekki Ég get ekki gert Jackson Ég ekki vann með það. Ég ræði ekki við hann. Ég bara á ekki hanskan, ég á ekki hattinn. Ég var ekki með neitt að þessu Þú veist, ég bara er ekki með Jackson moves. Ekki að góður í svo blöð. Herru, næsta spurning 2-1 fyrir blöð. Byrja þú fyrstur allra Íslendinga að drekka jólabjór á aðfangadag? Nei. Ég steindi. Sko, blöð var henskilin á hann. Nú ættum aðeins að setja því í stað. Ef ég er að opna mér einn jólabjór, mér er að malli ykkur sósu. Nei, það er meitliti. Fyrsti gestur kom 11 fyrsti gestur á tínast í kringum hátti og sko
heldur þessi fyrstur allra Íslendinga að opna með bjór Ég veit ekki hver er að opna bjór fyrir háti og aðfokadag fullt af fólki Ég held að sést svona með fyrst að Já, hann er fyrstur Ég er kannski á topp 500 Ég held að sést ekki Nei, ég ætla ekki að Topp 500. Það er engin, þú ert fyrstur Nei, aldrei Kannski sé ekki Ok, ertu að segja Kannski Þráinn, Rikki, Tommi, Mike Þessi gæri mögulega undan þér Ertu þarna að tala ásælustu fyllibiti þjóðar? Já, bara, veistu, fyllibiti sem Íslandi var átt En sko, máli er að það eru margir sem líka hella kannski vel í svo Þorlák og byrjaði að fá sér eitt afréttara Já, reyndar ekki að stenda það 2-2, þetta er mjög spennandi Kastum stíg Sko Hvað eru bara að gefa stíg út alltaf? Hefur þú drukkið það mikinn bjór að þú sparkaðir í hraðbanka og varst hér og vinnufélögum og fjölskyldu og vinum til skammar? Nei, þetta er það sem gerist þarna er að Steindi Junior sem hann hefur gert oftar en einu sinni hann heyri fyndna sögu og bara setur hann yfir á mig og það er það sem gerist Já, við vorum alltaf að hlæja að því ég og Sveppi og einhverju sögðu þau sögu fyrir svona 10 árum síðan þegar Hugi sparkaði hraðbankan í Amsterdam allt í hennu varst þú bara mættur í eitthvað podcast að segja þetta verið ég það er bara það sem þú gerir þú bara reyna að gera sögun eitthvað bara Ég sverða, ég vissi ekki að ég var að koma yfir þig Ég held að þú hefði sparkað hraðbankan Ég er að heyra þetta í fyrsta skipt Þetta var aldrei ég Sko, ég blöður átt farið hraðbankan en ég hef aldrei séð að sparki og aldrei gert það Ég líklega að stendur reiður hjá honum en aldrei sparkaði Já, ég sé alveg brjálaðan í hraðbanka, sko Nei, ég hef aldrei sparkað Ég myndi viðurkenna Ég sé hringja símtöl fyrir utan hraðbanka Það er svo allt annað mál 2-2 En Húki, var þetta Húki? Hefur þú drukkið bjór það lengi að röddin breyttist? Það var í Þýskalandi, ég stenda Já, ég hugsi fóði stig hann Það ætlum að sína þig blökastunum Hann lit klippað út Steindið þú ert komin yfir 3-2 King of Christmas beer Og það er að Er hann yfir? Já, hann er yfir sko Blöð, þú ert yfir sko Þú vannst þetta 2021 Þú vilt halda titlinum Nei, ég er alveg til að vera ekki King of Beer Hvað elskaru mest af þessu 3 hlutu sem ég lesu upp núna? Jólabjórin, jólamatinn eða jólasamlífið? Jólamatinn Já, ég hugsi bara jólamatinn líka Hæ? Og frúin ekki í glöðu með eitthvað félag núna sko. Ég held bara það er ekki vel leðilegur Ég er ekki your wife En að telja ekki bjólasamlið þarna Nú er að vera ykkur og vinnufélagum og fjölskyldu til skammar Hvernig fær maður stiga það? Já, fyrir utan það Já, þú veist að segja jólabjórin þá Eðlilega, þetta er King of Christmas beer Ég veit hvað, hérna, sagði jólamatinn Ég er nú bara ekkert vissum að Elskar jólamat, Marko satt Steindur Og þú hatir mat Nei Borðabót og þartist Já, þú veist, ég veist hvað, ég er mikil hangikjötsmaður Ég er bara mist Ég fer alltaf í hangikjöt með mamma og pappa á jóladag En jólabjóra er punktur hann sko Já, ég elskan Jólatúborg, já Hvað segir báðu jólamatinn? Okkur finnst þetta allt gott Við erum bara að reyna að komast Sýttur með fjölskyldunni einu svona ári öll saman eitthvað En auðvitað það betur en hitt Hefur þú drukkið bjór og í beinu framhaldi orðið Lucky? Alveg öruglega Já Svona oftast 4-3 Óþægilegt maður Það eru loka spurning Og Blöð, þú getur mestælagi náð punktarna því miður Hefur þú legið með penis uppið ískalt parkett að skrifa ástarbrif, drekkandi bjór og skrifandi glögg þegar tekur sopa af an ice cold beer? Það var ekki jólabjór Men það er svona, ég sagði bara beer Hann sagði bara beer Já, en sko Þú getur náður í punktu Þetta var dúkur Þetta er punktur Það er núna, af því ég veit að hlustendur á tannum Getur einhver bara tekið fyrir mig hvað ég segja ofta þetta parkett Af því ég er búin að segja svona 100 sinum Það var ekki parkett á íbúðum okkar Þetta var dúkur Og ég var ekki heldur nakin Í hverju varstu, hvað lástu þá? Hvað á ég að segja fyrir það? Hvað er þið bilað? Það er bara refresh með hvað lástu og í hverju varstu? Ég lá upp í rúmi að skrifa brefið Og ég var í stuttbuxum og ból. Hvernig skrifar á dínu? Þá skrifar með blíjant á blað. Góða punktur hjá herra Steinþóri Hróar. Þú þurfti að vera með símaskar og undir Þá satt ég við skrifborðið mitt Ég lá ekki á gólfinu Hvað heldur ég sé Carrie Bradshaw? Áttu skrifborð? Já, hvað áttu þið ekki skrifborð þegar ég voru úlingar? Það er bara ótrúlega að segja hei, áttu ekki allir úlingar skrifborð? Hvað er þið? Hvað er aðeins? Það sástu allsperru eitthvað skrifborð. Ég var ekki allsperru maður. Það er miklu verða að þú varst allsperru í stólnum sko. Það varst allsperru í stólnum. Já, bara ég var ekki allsperru. Miklu verðin parketið sko. Steindið, þú ert king of beers og þú ert blöðast í vinnunum. Þetta er nýja fréttir sko.
Það ég til að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, það umferð í enska boltanum helgina og við ætlum að fara okkur stað og fá okkur góðan mat og já, ískaldan bjór og viðræðanlegu verði, þá minnum við á Keiluhöllina, okkar besta fólk. Það gæti líka endað í vitleysu því þetta gæti svo farið í Keilu og farið svo í karaoke, enda svo í pílu, það allt annað. Og það var að botja í Keiluhöllina. Já, það var að botja. C.J. rugglaður, svo keirir hann rútuna sjálfur sko. Já, hann að tjekkið á Keiluhöllunum helgina 2-1 frá held ég alltaf 9-11. Bara standandi partí. Já, hann var með þess að okkar besti maður daginn, Johnny Jóhanni sem að skulla okkur á giggið. Hann talaði að það væri langbest að byrja í Keiluhöllinu, það væri 2-1 og... Já, okkar maður Johnny startar alltaf í Keiluhöllinu og svo sko, já, ég meina PPT var hann daginn og... Já, sanngjörð verð og bjór þar sko. Já, en eftir spurningkeppni Gilsarnas þá reynum við að hafa þetta svona aðeins þroskara og förum í sturlaða staðreyndis og já, þessa voru skrifað fyrir einhverjum 2 eða 3 vikum síðan þannig að, jú, ég man hvað af þessu kæfti. Eru þið tilbúinir, drengir? Já. Og þið, kæru hlustendur, þið reyna að spotta hrossaskítin líka. Insane facts. Já, insane facts. Þá byrjum við á fyrstu. Það var nokkur 100 manns dáið við að horfa á hryllingsmynd. Þú getur actually dáið úr hræðslu. Já, bara úr basically, þú bara það hrættur að hjarta hættir að slá. Já, hjartafallur er það ekki bara. Ég meina, þú veist, þú hlýtur að fá bara hjarta stopp. Eða þú veist, ef þið bregður það mikið, ég meina, ég get ekki, ég mynda bara hana. Nei. En sko ég kalla maneurat. Það samt búið að gera svona alls konar, þú veist, það er alltaf verið að reyna að finna einhverja nýja svona markasærferðir þegar að koma svona hryllingsmyndir. Ég man eftir að það var þar sem einhver var með svona púlsmæli og að vera að sína hversu hátt púlsinn fór meðan hann horfa myndina sem hann fór mjög hátt, hann var bara sýndi bara actually hræðslu. Já, það hefur fólk dáður hræðslu. Já, og það er helviti skeri mynd. Ég reyna að forðast hryllingsmyndir því ég er ekkert að grínast núna, ég sef svo illa eftir það. Já, alveg, ég er nefnilega að reyna helst að fara martröða. Já, bara mjög oft. Ég slekk öllu og svo vil helst sko vera með headphone og horfa oft einn á hryllingsmyndir sko. Hvernig martröða fara blöð? Bara eitthvað, veist, mér finnst vestur hryllingsmyndunar það er ekki eftir með bregður heldur því fæ svona í magan, bara svona ónóta tilfinningu, eins og þegar hún komað út úr sjónvarpinu í The Ring, ég man ekki hvað ég gamall þá, tvítur eitthvað, þá, veist, mér brá ekkert en ég fekk bara eitthvað svona algjöran viðbjóð í magan, ég var svona, hvað gerast þannig? Þá veit ég að það er martröð komin upp sko, það eru nefnilega nokkra hryllingsmyndir sko, hryllingsmyndir eru þannig að þær voru mjög hallarislega, þú varst ekkert með, það voru ekkert frækt stjörnundan voru ekki að leiki Hollywood, í svona Hollywood-stjörnum voru ekki að leiki hryllingsmyndum fyrir en bara nýlega, aftur af því að þú veist, þær eru aftur orðnar vinsalar. Þær voru mjög lengi bara í smá. Eru þið fans? Já, sko ég er fan, sko ég held ég aldrei fengið bara ángriðs martröð á æðum minni. Aldrei, ever, ekki einu sinni. Aldrei fengið martröð? Með bara aldrei. Jú, ég vaknaði einu sinni vaknaði, ég held ég var að detta niður stiga og rauk upp. Það var svona eina það flokkast ekki sem martröð. En sko, ég tók hérna myndudaginn, þá var ég var að heyra að fólk var að tala að það var mynd sem eru komin út núna sem heitir Talk to Me, sem það creepy og það ógeðslega, fólk bara sofi ekki nokkra vikur eftir. Ég er ekki bara að horfa á það. Ég bara sænaði mig inn, setti Talk to Me á og svaf eins og a tiny little baby. Hún var samt ekki, hún var meira svona skemmtileg sko. Já, en eina sem ég heyrði eftir það var bara að fólk væri að horfa á hana og væri að skýta í sig eftir það. Sko, það sem mér finnst eiginlega að vera svona nýlegustu. Hún er ný. Já, svona nýjustu myndirnar sem hann gerði hann Ari Ester Ester Ásbjörns? Nei, það heita ég mæli með þessum myndum sem heita Hereditary og Midsommar. Hereditary? Já, Midsommar, ég sé hana. Já, Hereditary er betri sko og ég mæli með þeim, það er svona, mér fannst að byrja og Get Out náttúrulega. Ertu bara að taka Talk to Me? Já, ég er búin að nei, hún er skemmtileg. Þá er það næsta. Það var fleiri dáið af völdum kampænstappa heldur en kóngulóm. Það er enda að kemur ekki ofan, hversu oft er einhver trúður að opna kampaðinn sem veit ekki hvað hann er að gera og næstu fyrir auga á einhverjum. Ég hef næstu fengið þetta oft í mig bara að fólk er hrætt við kóngulegar en ekki kampaðinstappa. Það er að kenna fólki að opna champagne. Ég er ekki lengur hrættur við kóngulegar sko. Egil er mjög hrættur við. Jó, ég bara ég get ekki líst ykkur sem hrættur við kóngulegar. Ég tek kóngulegar, íslensku kóngulegar, ég tek það bara í hendunar og hendi þeim út og ekki það ekki. Geitungar og kóngulegar bara til miður, ég ræði ekki við það. Næsta, það er moll í Kína
með merkt karlkins já, ok, þetta er sturlustaðan það er mollíkína sem er merkt karlkins og kvenkins stæði og stæði kvenna eru stærri heldur en karlkins stæðin sem að rörulega er eitthvað sem segir með þetta máluðu fengi eitthvað skít Vilja að meina þessu lélir í bílstjórar? Ég myndi halda að það væri svona sem að þetta mál er að meina. En talandi bílastæði, mér finnst það mega sko setja meiri metnað í bílastæði bara yfir höfuð. Það er ekki nógu skemmtileg sko. Það mætti allavega stækka bílastæði fyrir utan leikskóla. Þú ert að reyna að tróða krakkaninu inn og það er bíl alveg við hliðina. Hvað ætli sé búið að rispa margar hurðar þú ert að reyna að koma krakkaninu inn í bíl fyrir utan leikskóla? Þú veist, það mætti líka bara gera þetta eitthvað skemmtilegra, má ekki setja eitthvað gödulusta fólk og skreiti þetta og gera eitthvað. Nei, ég meina, þú veist, bílastæður eru oft leiðilega, grá. Gaman fyrir að fá símtali bara, herru, við erum að opna nýtt bílastæði fyrir utan Bíkónun og taka djammi í kvöld. Nei, ég er að segja að götulist að skreita stæði bara það getur bara verið með alls konar mismunandi stæði. Herru, næsta, að dansa, syngja og sjálfsfróun eru bestu leiðin til þess að gleðjast í þunglindi. En þá gerir allt í einu springur yfir það. Já, það er erfitt að gera allt í einu. Dansa, syngja og sjálfsfróun. Þessi 3 hlutir er það sem að veitir mestu gleðina samkvæmt. Einn heima dansandi. Nei, þá eru auðvitað að dansa við eitthvað. Ég held að það væri inni svo væri kannski nærri. Syngja. Eitthvað miljón getur sungið. Fart sounds. Nei, það getur allir sungið. Það er bara spurning hversu vel þú syngur. Það er góð bútur. Þú brennir 12% meira ef þú já, herru, þessi er áhugaverð. Þú brennir 12% meira ef þú sveipar ekki höndunum meðan þú lappar. Þannig að þið lappið bara og eru með hendunar alveg upp í líkamann þá brennur þú 12% meira. Það er weird. Þú vilt ekki, ef þú ert einn af þeim sem hleypur með hendur með fram síðu, það er weird, sko. En þá brennur þú meira. Já, ég meina, hverjum er ekki sama. Brenna meira. Tjóðull er allir okkur meðlega. Veistu hvað eru margir að hlusta sem er actually að hugsa hvernig get ég brennt meira. Það er það, sko. Þolur þetta ekki. Nei, bara það má bara þú veist, það er allir þetta er bara komið langt við striki þú veist hvað varðum að fá sig, bara eitt fjólblá marút og lítinn teistifóks og bara njóta lífsins, sko, eru stutt á svo jörðu 90% fólk er bara steindi fyrir voltska hafnum að byrja að tala um brennslu. Nei, mér finnst allt í lagi að fólk hugsa um sig og ég er ekkert að móti því en það er farin að breyta göngulega bara alltaf að brenna það er skrítið 90% fólks sendir skrifleg skilabóð. Já, þetta er já, 90% fólks sem sendir bara skilabóð á netinu eða bara þegar þú skrifar, þetta er bæði á netinu og síma sem þau getur aldrei sagt við fólk í persónum. Þægilega að skrifa það, sko. Já, veist, og það var vera, ég las, þetta var grein sem að kom svo í gegnum þessa sturluðu staðreynd að það er einhvern veginn miklu léttir að sitja við lyklaborðið og skrifa og láta það heyra það heldur en þú myndir aldrei gera það. Ég hef aldrei heyrt keyboard warriors. Sér er bara að liða á Twitter sem heldur að sé ykkur á hetjur, sko. Og myndir kannski ekki pingu lítið lið, sko. Ekki segja bara beint við andlitið á fólki sem er að ræða með. Ekki fræðilegur, sko. Nei, fyrsta símatið var gert 1884 8 árum eftir að síminn var fundin upp. Wow, hversu gott að 8 árum? Já. Þú voruð lengi að pikka upp símati. Já, ég held samt að fyrstu símatir. Já, kassi, 31 kassi og pantina pítsu eindilegur. Það var ekki komið þá. Málega, pítsupantanar, það voru ekki fakttjakkaðir í gamla dag. Það var veistla. Þú veist, þú gæst bara hringt og panta pítsu eindilegur. Það var ekkert eitthvað hringt og stundu var hringt í, þú veist, númerið og það varst að, þú veist, hringt. Já, bara í þitt númer. Nei, þú í rauninni varst að taka sénsing sko, þannig sé, sko þú veist, af því að þú varst eða að setja heimilisangið og það er bara eitthvað númer tengt við það, bara heimasími en stundum var ekki hringt, þú veist, það er bara brjála að gera okkur góðu föstaskvöldi og það bara að vera að panta pítsur á fullu og ég man eftir, við gerum þetta stundum, sko þá bara, þetta var ekki, svona virkaði þetta í gamla það, bara í partí eða eitthvað svo pantuðu pítsu, fullt af pítsu kannski, 10 pítsur eða eitthvað nótt, þú veist, þá var þetta að panta pítsu á nóttinni og þá bara, svo bara fór ykkur, eða bílinn kom þá var allir bara í felur, tónlistin niður einn bara, ég hendi mig bara úr á ofan og bara, ég er að vekja mig maður hvað er eitthvað, svo svona virkar alltaf fúll, sko og þá vekk maður stundum að eiga pítsu það eru bara ólítar, skilju
Þetta er lifehack. Þú varst að segja að þetta var í símat. Já, nei, þetta var ekki símat. Ég bara þú veist, basically, þú sagði bara ég var ekki að panta pítsu hvað, við erum búin að vekja alltaf hérna maður og hvað þá var yfirleitt sendillinn þannig bara, við afsækjum þetta maður, maður bara taka þetta er bara ónýtt, hvað þetta er. Það var líka lifehack hjá mönnum sem voru niður í bæ þegar það var að senda pítsur frá Hetti og annað. Ég hef heyrt þetta frá mörgum að pöntu þessi pítsu, settu á heimilisvangið og fengu far hjá sendlinum í staðin fyrir að borga leigubíl. Það er next level shit. Ég var náttúrulega í Mosó. Ég tók oft pítsuna, sett hana bara inn á gang og segi gæmlega maður siti í hjá þér nýri bæ. Það átti svo bara pítsu sem ég hitta upp. Þetta er það besta, okkur datt með þetta aldrei í hug. Þetta er góð trikk. Við þurfum að vera með, ég er með fullt af svona trikkum. Við þurfum að fara við þetta í blöðkastinu top 10 Lifehacks Síðast að það er fyrirtæki í Detroit þannig að þú getur borga fyrir að láta ræna þér eða kidnap you. Og nú spyr ég, hvað er það sem að kæfta það? Þú voru að renna hratt yfir þetta. Það var nokkur undir manns dáið við að horfa á hryllingsmynd. Það var fleiri dáið að völdum kampanjstappa heldur en Konguló. Það er Molly Kína sem er merkt karlkins og kvenkins stæði hjá KFK er stærra. Að dansa, syngja sjálfsfrónu er bestu leiði til þess að gleðjast í þunglindi. Þú brennir 12% meira eða þú sveiflar ekki höndum en og labba. 90% fólks sendir. Það hlýtur að vera það. Það er helvíti en á móti þá held ég reyndar að þessi þrír hlutir geta alveg peppað í það er engin syngjandi heima. Það er engin syngjandi dansandi heima. Ég held að sé ekki þetta. Ég held að þetta séu hendurnar á síðuna eða hryllingsmyndadæmi því að það er ekki nokkur 100 manns. Ég hefndi að segja þetta væri kannski bara svona 50 manns. En ég ætla að segja hendur og síður. Ég hef með hérna dansa og syngja drastlega. Já, ok, nei Hvað var ekkert Manure? Jú, það var fyrirtæki Detroit sem lætur reyna þér. Það er pottið til eitthvað svona stemningsfyrirtæki, eitthvað svona stegjunar að gæsa. Nei, það held ég ekki. Það er góður í Helvít eftir hún góður í Það eru skuldum auglýsingar sem fyrir mér. Svo er Andri Freyr, okkar Freysi er að detta einn eins og ég sagði í byrjun þáttar einn af mínum uppáhalds útvarpsþáttum útvarpsmönnum bara allara tíma. Þeir að hlusta F95 blöð hér á F957. Ég byrst afsökun á að lækka niður í læginu Prata með kassu. Ég veit að má ekki tala lítið tónlistina hérna. Já, er það? Já, mjög gott. Já, Egill spilar þetta. Já, þetta oft eru slöglög þetta. Þarna skeita ekki Richie. Já, þú mátt aldrei segja oft eru slöglög hérna, Ég var tekin á teppi fyrir ekki svo löngu síðan fyrir að rakka niður eitthvað lag. Já, en Rikki er í blackout til nýfnur. Ekki verið með nú. Við ætlum ekki að ræða tónlistina á FM því að það er komin rándýr gestur hingað til okkar. Andri Freyr, vertu velkomin. Takk hérlega. Við byrjum alltaf á bara, hvernig ertu? Bara þokkalega Jú. Við vorum að hrósa þér hérna sem og ég meina, einn af mínum bara uppáhalds útvarpsmönnum allra tíma á Íslandi. Takk fyrir það, gælega. Munið þegar dagskráin var þannig hérna á X-inu að þá var þetta á Tvíhöfði. Svo kom Freysi og svo Ólafur sem var barði og þetta var rosalega dagskrá. Þetta var vilt að vestri Þetta var vilt að vestri Og það finnst þú minnast á þetta. Ég var bara í gær Þú veist klukka svona að verða 1. Þá var ég að leita að einhverju fyrir Dotta. Hann var eitthvað byrjum hans í hérna og ég með svona Dropbox með alls konar drulliða og það var ég að lenda á alls konar vitlis og ég var hugsa bara ég verði afhauðsaði nýra á Ingolstorgi mikið gull bara einn daginn gamat og kalkaður og næggiður og fuck þá bara hendur maður í gott podcast. Ég verði að spyrja þess að út í þetta var nú ekki pælingja mér að ræða þetta en hvað fær svona gaur eins og þú segir ef einhver kemst í þetta efni, gamla efni þá verður afhauðsaður, hvað fær villingin til þess að fara frá X-inu yfir og komin að Rás 2? Það var nú bara að því að stöðinu var lokað og vorum allir regnir og bara eins og gengur og gerist í þessum bransa og ég er nýbúin að selja íbúðina mína og flutt til útlanda og ætlaði bara að vera þar eitthvað og alveg á hliðinu og búa þarna. Varst þú oft í bandi þaðan? Þú varst oft úti? Já, þannig byrjaði svo byrjaði að senda þátt frá Kaupmannahöfn til Dodda Lítla og þannig byrjaði það bara hendur svo bara vaðið upp á sig Hvað er það mann lengi að rástu? Síðan 2010 eða 9 ég hef ekki flutt heim svona 2010 og það var hann svona full time en svo viltist ég að bara hugsa með það svo viltist ég náttúrulega inn í þessa sjónvarsvillu eiginlega bara það er eiginlega út af þér Út af mér? Já.
bara leit út inn og nei, alls ekki en hérna en ég var sem sagt í þá voru ég og búinu í hérna Manchester og vorum sem sagt að senda út að sátt þaðan Capone. Já, akkurat, og þá voru þið þarna strákarnir, eitthvað djöflast og Eiður eitthvað að spila með Chelsea og eitthvað svona vesinn og þið voru að fara að fótboltaleik og við vorum bara á saman tíma sko og þið fréttuðu okkur sko, áttuðu auka miða og buðu sko, áttuðu reynda bara eitt sko, búið eftir heima á hótelinu og ég hef ekki að fara með sko það var geggjað sko, og bara bestu sæti sem ég farið í og bara fyrst skilt sem ég fyrir á fótboltaleik og bara útlega gaman sko og fer hann með ykkur og þá hitti ég sko, þá var Dignus með ykkur og þá voru þið eitthvað hérna djöngur upp á hótelherbyggi og við sátum niðri sko og hérna í lobbyinu og vorum að bíða eftir ykkur og þið bara tróðan til annarkarandi upp eða hvað ég nei, þið bara eitthvað svona að hafa ykkur til það var svalið nýstla á þessum tíma já, maður bara skóplan í gangi skóplan sko en það voru eitthvað niður þá sagði Dignus sko, hefur þú ekki bært ég að gera sjónvarpsþátt og svo bara mörgum ára senna Andra á Flandri? Já, þá bara verður við byrjað að reyna saman sko Þannig að það er fyrsta sjónvarpsverkefnið þitt? Já. Andra á Flandri? Já, akkurat Og nýjasta er tjút skemmtunarlífi í Reykjavík í 50 ár Akkurat Hvernig verður þetta til og hvað er þetta? Fyrsti þáttur, þetta frumsýtti síðustu helgi? Nei, það er búið að sína 2 Þriði þátturinn á sundaginn og þetta sem sagt verður til út af því að Freyr Eyjólfsson er að gaugaða mér að var geggjupæling að gera sko podcast þátt Sigtún og fór að segja mér eitthvað um Sigtún sko, sem var alveg massífur skemmtistöður á sín tíma og hérna, og svo fór ég að pæla þess meira í þessu og dætti ég að reisnið þurft kannski að gera sjómar sko, þetta maður þarf að sjá sko og hérna, og úr var bara þetta og ég hérna enn og aftur vinn þetta með Kristóður Dignus og þetta er sem sagt bara skemmtistaði sem skiptu einhverju máli og breyttu einhverju í Reykjavík á þessum 50 árum og byrjum í rauninni bara þegar klömbar er að brenna sko En hvernig er það, þú veist, ég meina eins og þessi staðir, Broadway, hérna, Þórskaffi og hvað sem þetta hétar Var ekkert vesinn að fá myndefni? Svona mismikið vesen en svona staðar eins og Broadway og Hollywood og svona, voru bara með eitthvað hirljósmyndan skilu þú veist það var bara Superman.is þeirra tíma skilu og Geri.net þeirra tíma sem voru að taka myndir sko og bara einhvern svona svörtum herbyggjum með rauða pyr og eitthvað svona Tíðat manni eftir öll þessu síðan Já, maður ekki að sér fengum ógæslega mikið að myndi það líka en svo eru aðri staðar sem er ekki til neina myndir af sko og hérna og það, þú veist, það bitnar svolítið á þeim skilu og svo er líka fullt af stöðum sem að okkur þóttu merkilegir og eigandinn voru bara nei, vildi ekkert segja skilu bara mega óhreint mjöl í bókaðunum sko Náður að taka Thomsen skýslu Já, ég fekk Thomsen skýslu og hérna, og eins og í síðasta hætti það var svolítið skemmtilegt að vorum að taka tunglið og þá var svona fjörið að byrja og ekkert margir sem vita það en það kom fram að þetta að Prodigy komið fram á tunglinu tvisvarsinnum sko, áður en þau fóru að spila hérna í höllinu og þau verður bara nýtt band sko bara Jericho í gangi, bara allt brjála sko. Það er rosa sko. Og þá var að tala um það sko á þeim tíma þá fór hérna Geirjón, lögreglumæður, muni ekki öðrum 3 metrar, slæljúur sko Gentle Giant sko hann var að tala um að hann fór sem sagt á tunglið og fann svolítið skrítið að það voru allir ægilega mjög stuði og eitthvað svona íenda það voru allir snaruglaðir en það var enginn að kaupa áfengi það var bara að vera að selja sko vasskönnur dýrum dómi en hérna í þættinu sem núna á sunnudaginn þá hérna heldum við svolítið áfram í teknónu því að þá er Rosenberg sem var legendary staði sko þar voru Hvaða stað tengið þú sjálfu mestu við? Ég er í drullunni sko ég er í hérna, ég er svolítið á Ellevan sirkus Já, sirkus, ég átti bara basically heima þar sko og 11 eins og segir, svo var maður að spila líka efri hann á 22 og svona, þú veist, þetta var svona maður var í slísinu sko en ég man þetta sko að svo fóð maður á aðra staði, kannski svona sem að, ég get ímyndað mér þú hefur verið kannski meira á sko þú veist, og það var svona allt unni lykt Ég fór á tunglið, ég fór á Thomsen, ég múið testa þetta Já, þú varst á þeim sko, ég er meira svona, þú veist, það var svona hreitna fólk inn á sömu stöðum sem að fór inn og þegar maður kom þangað, maður bara það er svona bara, það er bara hægt að í alveg þetta verið góð lykt af fólki það var bara að vera í ykkur og bara lið bara gangandi sin eigin ælu og þægi sko. og bara kunni bara ágætlega við það og hérna en svo svona áttan verið að sí því að það var svona til annar heimur Besta liðið samt Já. Ég gleymi aldrei því, ég var mest alltaf Gaukastöng og svo hérna kom Sportka fyrir sínum tíma Nei, það kemur eftir á, ég gleymi aldrei mér langaði, það var bara svona krókurinn í mig mér langaði svo Astro það var bara, ég beið og beið, ég var í röð ég veit ekki hvað lengi Ég tengi þetta landsmiðin sko, mér langaði líka að sjá glerkólfið Já, og svo kemst ég loksins svona Astro og ég man hvað mér fannst
merkilegt loksis inn á Astor. Já, mér fannst það alveg geggjað og ég að sjá svona skáp þá áttu, ég sá Arna Gunnlaugs átti flösku, þá keiftur flösku og ef þú klárar hann ekki þá var hún geymd í svona glerskáp, þannig að næstur og mættir þá kannski fengið þér aftur í glas. Það rosalegt sko. Maður láta sér dreyma Ég segi að láta sér dreyma þá hugsaði, einn dagi mun ég eiga flösku Málið að ég var svo rosalegur rápari ég meikaði ekki að vera sama stað lengi, þú veist, ég var svona ef ég ætti að velja ykkur deitt, þá var ég mikill priksmaður sko, og var bara svolítið þar, en mér var svo gaman að ég vildi helst vera á svo 60 stöðum yfir kvöldið og það var svo gaman líka því að maður var með svo marga rockar líka kring sem maður fór oftin á ellin og Celtic og svona Celtic Cross var geggjaður, það sko, þar smakkaði maður fyrst amfetaminið ekki nei, sem við erum alltaf að drekka okkar drikkur Fireball Fireball maður, jólin í glasi og ég og svo bara var maður eitthvað svona, þú veist, þannig að maður náði einhvern veginn maður vildi alltaf vera um allt það var svolítið hvernig ég rúlaði þetta félagsverðar, mikið félagsverðar stemningsmaður en talandi Armstrong, ég fór nú afar sjaldan þangað en komst samt sem áður í nettskiptið, þá var Jackass eftirparti og mér var ekki eins og boðið, ég og vinninu voru bara með að mission, við ætlum að hafa mynda okkur með Steve-O og við einhvern veginn náum að tróða okkur inn í eitthvað eftirparti með Jackass það var hann bara svona 8. mánuði í gangi sko og við hittum hann ég man ekki hvað að tala maður var okkur síru og eitthvað svona vissin við bara, þetta er geðveikt, þetta er bara besta samtíð sem við átt sko og vinnum við svona pólað mér og hann segir, með kannski fá einum mynda okkur saman eitthvað og hann stillir upp vélinni og einhvern veginn og svona mjög svona frumstætt eintaka selfie sko en að fara að íta takkan sko og leiða hann gera það, þá stendur Steve upp og gerði niður þessu buxuna, þannig að ég á svona mynd af mér og titlingnum á Steve á Armstrong já, það er rosa ekki bara bólur Ef við ekki posta svo on the line Ég veit það ekki En kemur eitt daginn út Þetta kemur með podcastinu mínu hefur náttúrulega Ég var að posta svo on the line Hann er clean í dag, Steve Já, hann er bara Þetta er honum ekki sambóð þetta sko Takkar hann inn og fara að skilabóð Þetta er honum ekki sambóð sko Já, hann tala nú alveg frjálslegum gömmu dagann Já, þetta er flinkustrákur En talandi podcast, er það eitthvað sem að Nei, ég er náttúrulega, þú veist, bara á ríkismennunum skilur og er bara að vinna hjá RÚV og bara inniskotnir á Já, akkurat, bara orðin húsgagn og bara kann vel við það skilur og en jú, svo sem það er náttúrulega, tjút þættinir eru líka podcast, það er podcast útgáfa af því að við erum náttúrulega með sko bara eitthvað 30 klukkutíma af blaðri og getum eitt cover alla staðina, þannig að þú veist að koma líka þættir sem eru tölvöld lengri. Hvar finnum við það? Það er inn á RÚV appinu, spilarnum hvað kallaði þetta Hvað er okkar besti maður að búa bensin í dag? Veistu, ég var einmitt að hugsa þetta ég sendi hann mitt nokkra klippur en hann er bara meginn að bögg sko Big bucks Self-made millionaire Já maður Það er rosa Big bucks Ég sá hann ekkert ára að selja eitthvað snekju Þannig, já Hvað er hann að gera? Ég elskar snekju sko Hann er að flytja inn einhvern anskonar Hvenær fáið Capone reunion? Ég veit það ekki Tvíhöfði og oft hægt saman Ég held að sko búi ólít með sko hann þarf ekki að gera það Nei En a millionaire Þú ert a bodybuilder Já Það á móti honum Self-made bodybuilder Og hvað, var það ekki eftirsótasti piparsveit landsins? Sáðu ekki þar á einhverjum lista? Jó, þetta er náttúrulega þetta Ég sáðu postaður þessu á Facebook eitthvað Hvað þið fannst þetta gaman eitthvað Nei, það ekki Þetta gerir þetta alltaf gerir þetta eitthvað alla gæsti Þetta er rosalegt line-up svo með hann sko Er það að leta þessu? Já, finnst þetta Christopher Acox sem er eitthvað hugulegast í gæði sem ég hef kynst sko. Já, ég þekki ekki Það mætti fara inn í mig bara núna ömmundi byggðum Já, lestu bara frá Sen eru við með Sturla Atlas hugulegur Svo eru við með sko Kristmundur Axel, mjög hugulegur Willi Will, frábólagfræðingur King Nökku Fjallar og hver síðan? Freyr Sósa Akkurat Þetta er rosalegt line af gæjum Þannig að sko hversu mikið Hversu mikið er að gera það þess að frið Ekkert sérstaklega sko Þetta er ekki að gefa þetta á fólk heldur sko Það er bara staðaldi sko Skilur þetta einhver? Gefand á fólk Eins og allir haldið sér bara það er örgulega bara Egil sem heldur bara nú fer allt á miljón í DM hjá liðinu Ég held kannski að Egil er svona partur af sko hinu fólkinu sko að því að eins og vorum að tala um þú veist ég er náttúrulega búin að vera í slísinu sko þú veist í þvag og ælufílinu svona og bara kunni vel í það Egil kannski ekki sko þannig að það er kannski annar heimur sem ég þekki ekki sko það virkar þetta sko en þú veist eins og þetta line-up skil þetta virkar vel fyrir alla hina en ekki kannski andra sinn sko En
talandi tjútið og þriði þáttur á sunnudaginn. Svo við plöggum þig nú aftur. Hvað svona þinn staður í dag eða þú ert að fara niður í bæ? Ég fer sko, þetta hljóma kannski mjög sorglega en það er svo heppilegt sko að 12 stoppar akkurat fyrir framar húsið mitt sko og svo endar hún næst skúlabar og það finnst mér eiginlega besti björnum sko, þannig ég fer alltaf þangað. Er það ekki bara líka, það er bara þægilega, það er svona bjórstall. Æðislegt. Það er þægileg sko. Skúlabar. Já, hann er hérna. Það er pub. Já, hann er að selja svona 13-14 mismunandi bjórtegundir og þú getur setið þetta endalust á röðum. Þetta er eða sko, verður að kíkja eitthvað til hann. Ég vil ekki fara á skúlabar. Ég vil að nökkvi, ætlum að kíkja hana til hann. Ég get lofa því ef Egill fer einhvern tímann að marka þenn aftur, þá setur hann ekki á skúlabar. Nei, ég meina, fyrir alla gælurinn sem að hlusta, sem las fréttina, þú veist ekki að földi þig á skúlabar sko. Er með Guinness þetta? Nei, hlæjaði sko. Er það? Jager. Þú splitta genu, þú veist að splitta genu. Þú elskar að fá þig Guinness. Ég elska Guinness, bara elska það. En þeir eru í státanum sko. Þú veist, það er að fá hérna Bjössa bollu, hann er 13%, bruggar og kókos hérna bollum. Geggjaði, svo var að koma Jólabjössi, hann var þetta líka. Jólabjössi bollar sko, hann geggjaði líka. 13%? Já, það er svona, tekur eitt svona bara ánum fyrir heim. Þú veist, þú ert í pjánu svona þangað til sko. Eitt fyrir bussin. Já, svo tekur eitt og gefur bara hendi og lítur speil og tennar bara brúnar. Þú veist, drekka skít sko. Þetta er bara svona niðurgangur þyktina Andri, ég til ekki að sleppa þér. Við þurfum að fara í skuldum auðlýsingar og það verður ekkert lag á milli en eitt af því að strax eftir auðlýsingar hendar hraðaspinni. Fuck, ég vissi það ekki. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmynd Mania Merch. FM 957. Réttir að hlusta hér á FM 957 og Andri Freyr eða Freysin okkar eins og við kallum hann ennþá hérna hjá okkur og á leiðinni í hraðaspurningar. Þið tilbúin? Já. Þetta er ekki flókið, þá getur ekki svara vitlaust. Er þetta anstíkilegt? Er Egill með eitthvað í þessu? Nei, þetta er bara ég og þetta er bara blöð. Það er þægilegt fyrir þig. Já, hugulegt. Og það segja bara fyrsta sinni dettur í hug. Tilbúin? Já. Uppáhalds hljómsveit allra tíma? Guns N' Roses. Guns N' Roses. Uppáhalds matur? Kjöt í karrí. Kjöt í karrí. Besta bíómynd allra tíma? Goodfellas. Liðið í ensku? Ég veit ekki maður, ég segja bara Chelsea. Hvað kekir í þér? Þú? Hvað drekkur á djaminu? Mikið. Hvað fyrir mest í töður að þér? Menn með mennbönn. Vona Rúrik sjálf hlusta, hann hlustar alltaf. Já, þetta er Rúrik skellur. Hann er hættu með það. Hann er búinn að taka þetta. Hver er þinn helsti kostur? Ég veit ekki, hreinskilin kannski. Helsti ókostur? Líin. Líin, ekki líka bara hvað hreinskilin? Ég veit ekki, hérna líð þessu öllu saman. Hvaða lag tekur í karaoke? Ég er hérna að tek Wichita Lineman. Sem er hvað? I am a lineman for the county. Hann samt. And I drive the main road. Góð söngar, lægið er ógæðilega. Ég er nýbúin að skipta í þetta. Ég tók alltaf word up, it's a code word, no matter how you try. Þetta er ekki hvað þetta kann. Hvað er þetta? Þetta er gæst. Þetta er ekki að vera með króksurum á karaoke bar sko. Ekki músík. Króksarðir taka bara krít og þetta helsta sko. Ekki Glenn Campbell og Cameo. Arms wide open bara 18 sinum. Þetta er gott sko. Hvað er það skemmtilegast sem gerir? Ég veit ekki. Það er bara, það maður ekki bara að vera væminn, bara að vera með dóttir sinni, gaman að því, þegar hún er í stuði. Fíla, áttu hlutabref? Nei. Hvað er það besta sem þú har gert á ferðlun? Þess er erfið sko. Allir það sem hafi ekki komið lengst að vera í fullur í kastljósunu. Sem var geggjur klippa sko. Ég er að fara að horfa það bara eftir. Ég er búin að láta taka út í YouTube. Já, börnin mín voru nóg stór sko. Það búið að deleta þið. Voru eitthvað svona, ég var að googla á YouTube maður, fuck, þá voru ég bara að senda posta okkur gæði sem voru að posta þessu sko. Er þetta ekki lengur inni? Nei, ok. Já, sko, þú ert eiginlega laus hérna sko, því að ég tók hann, já. Var Stappi bara vel eða? Já, fáralega vel sko. En það hlusta á Glenn Campbell og Wichita Lineman. Já, við þurfum aðeins að, þú veist, hvað er aðkoma? Það var gott að enda þetta spjall á Wichita Lineman ef að finna þetta í kerfinu. Þetta er ógeðslega gott lag með þetta fyrir fallistu lögum heimi. Já, ég vissi bara ekkert hvað það syngja. Nei, ég hef aldrei heyrst þetta sko. Nei, fólk rætur bara í salnum við tekið það með bara menn hætt að slást bara svona, hei ákveð fyrir ekki og ég er bara sviðið með I am a lineman. En mest okkur að hættir allt. Það er alltaf að spáði hvað lag þetta er.
Nei, það satt með 13 miljónir á YouTube. Akkurat, ekki ykkur þrjá. Við erum í reglinum maður. Við erum ekki eina Shit line, kjaftaði þetta. Það nánast komið að lókum. Ég ætla enda að spyrja þig, Andri, hvernig er helgin að þér? Hún er með veiku barni sem að ég sótt í dag í skólan, búin að æla yfir sallakreið. Gubbi bestinn maður. Já, en hún að býða eftir mér, ég kom heim og... Hún er út allt þessi best, sko. Já, þetta er viðbjör. En þið drengir, eitthvað hjá ykkur? Já, bara eitthvað... Við erum að skemmta, við erum að veslust til annað. Smá tökur og vinnu. Entertaina. Já, þetta er eiginlega bara svona ekki mikið frí kannski. Ég er bara að koma þjóðin í fórum og svo fæði mig að segja síkó. Segur. Og taka það sá. Og smá bönnuköku. Herðu, strákar, við erum eftir að draga í leiknum. Jóla Túborg-leikurinn. Er ég búin að draga út? Má ég minna þáttu mín? Það er Rosenberg 22 og Keffibarinn. Það er rosalegt. Akkurat. Og Wichita Lineman. Balti átti kaffibærinu ekki? Jú, það var setna. Hann byrjaði ekki. Það var Frikki Weisabell meðal annars. Það er kongur. Heldur byttum. Já, við hvetjum fólk til að tjekka á tjótinu. Þetta er líka bara geggja að sjá þetta allt. Þú veist bara geggja myndefni. Ég er að fara að taka þá 3 í einu. Ég gæti ekki 2 í kvöld. Já, gera það. Það er á að binsa líka. Það er ekki langt sko. Nei, það er ekkert mál. Ég til í þetta. Hver vann í Jóla Túborg-leikurinn? 10 kassar af bjór. 10 kassa af jólabjór er álfuru gamaldags fyllibitta sem heitir... Hvernig dróstu leiknum? Ég taldi kommentin Sér ekki hatti og farið eitthvað number account eitthvað app og valdi bara 0 upp í 2000 eitthvað sem var og fekk random number, skröllaði það. Þetta er legit. Og það var Páll Guðmundsson. Páll Guðmundsson. Og ef það eru nokkri gæjar sem þetta Páll Guðmundsson tóku þátt og þessi vinnur þessi Orkuveitur Reykjavíkur og þetta er rafvirki og hann hefði á Selfossi og ég sé að þetta er kongur og ég sé líka málega út af rafvirki á Selfossi þá ertu líklega fyllibitta sko. Þannig að þetta er gæði sem drekkur þessar kassa af bjór. Palli Gumm. Þannig að Palli, þú eru ekki edru helgina, það hafði ekki með það. En hvað var hann að vinna mikið af bjór? 10 kassa? 10 kassa, hann færði það eftir helgi þannig að Já, en hann bara ágenn með að vöka sem með sínum eigin bjórum helgina svo pikkar hann það bara upp. Hann mætir hérna bara upp á sín og það er bara búið stöðunum með það beint eftir helgi. Með þessum orðum kveðjum við í dag. Takk hérlega fyrir hlustuna. Við minnum á blökkastið á þriðjudaginn og svo er það auðvitað jólaball F95 blöð sem er í Sjallanum 16. desember og eins og við sögum hér fyrir þættunum og þá 60% af miðunum farnir. Það er ekki spurning hvort það verður uppselt heldur hvenær, þannig að tryggja ykkur miða á tix.is. Eins og Junior segir, vera á tánum. Og heitið okkur í böðunum, við ætlum í böðin, tökum okkur kalda, slaka þess á. Ætlum við ekki líka að fara út að borða og eitthvað svona? Er þetta ekki day of fun concept? Ocean View strikið. Það er Ocean View í skóaböðunum, svo milli fara Gurfarstrikið, svo ráðum við yfir á Sjálf. Ég er að koma með strókar, ég var að bóka flug. Nei, nú er þetta eitthvað lausu. Að bóka þá líka gisting og keða því að við verðum þar. Það var rosalegt ef allir kemur sem leinigestur maður. Frændi mig býran að ég seg bara þar. Herra, komdu ángríns með okkur. Þetta er 16. des. Það er rosalegt að fá þig. Bara að lifa lífuna, út á lausu og sexy. Já, þú kennir mér það. Kennir mér fyrir hinu fólkinu. Kemur á lausu og Akureyri 16. des. Brjála að gera það, sko. Herra, við vorum að senda inn Andri Freyr verður með okkur í Sjallanum 16. des. Eigið góða helgi og takk fyrir okkur.